en hér á Hornafjörð. Nú erum við að falla okkur. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 11. maí árið 2021. Settur við fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur númer 1333 og mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og situr gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig situr fundinn Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasvið sem sér ritið fundargerðar og væntanlegur inn á fundinni bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson innan stundar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmer 2103-297. Þetta ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 aðhluti. Það að segja í fyrsta lagi aðalsjóður, í öðru lagi eignasjóður, þriðja lagi byggðasafni í Görðum og fjórða lagi fasteignafélag Akraneskaupstaðar SLF. En bæjarstjórn Akranes samþykkti ársreikninga á fundi sínum þann 27. apríl 2021 og vísaði til síðari umræðu í bæjarstjórn sem hér fer fram. Forseti leggur fram tillögu að ræða dagskrárliði 1, 2 og 3 saman undir dagskrárlið nr. 1. Gerð verði grein fyrir umræðinni þar í fundargerð og hvert og eitt mál verði síðan eðli máls samkvæmt afgreitt sérstaklega. Og óska eftir atkvæðagreiðslu þessa tillögu sem samþykkir þessari málsmeðferð. Það eru allir samþykkir því. Þá höldum við áfram. Fyrsta fundarlið A-hluta, rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir óreglulega liði jákvæð 25 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gerð ráð fyrir 184,7 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta með óreglulega liðum jákvæð 179,5 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 40,3 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Og forseti fer hér yfir nokkrar lykiltölur fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga. Rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónir króna 1.652 en nam 1.718 milljónir króna árið 2019. Skuldaviðmið 24% sem var 23% árið 2019. EBITDA framlegð 0,25% en var 8,38% árið 2019. Veltufé frá rekstri 11,35% en var 16,84% árið 2019. Skuldahlutfall 84% en var 89% á síðasta ári. Eiginfjárhlutfall 59% var 57% árið 2019 og veltufjárhlutfall 1,92 en var 2,33 árið 2019. Annar fundarliður málsnúmer 2103-296. Þetta ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 B-hluti og það að segja fasteignafélag Akraneskaupstaðar EHF, Gáma, Háhiti EHF og Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili. Bæjarstjórn samþykkti ársreikninga B-hluta á fundi sínum þann 27. apríl síðastliðinn og vísaði til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer það fram hér. Rekstrarniðurstaða B-hluta var neikvæð 46,3 milljónir króna
en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir 12,3 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Og þriðji fundaliður, málsnúmer 2103-295, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 samstæða. Bæjarstjórn samþykkti ábyrgðar- og skuldbindingaryfirlit og samstæðureikning A og B hluta vegna ársins 2020 og vísaði til síðari umræðu í bæjarstjórn. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar fyrir orkuliðaliði var neikvæð 21,3 milljónir króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 197 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar með óreglulegum liðum var jákvæð 133,1 milljón króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 28 milljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Og forseti fer hér aftur yfir lykiltölur varðandi A og B hluta, samstæðuna, fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga. Rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna 1615 en nam 1721 milljón króna árið 2019. Skuldaviðmið 24%, var 23% árið 2019. EBITDA framleiðið 0,17% en var 7,83% árið 2019. Veltufé frá rekstri 9,79%, var 15,27% árið 2019. Skuldahlutfall 79%, var 84% árið 2019. Eiginfjárhlutfall 57% en var 55% árið 2019. Veltufjárhlutfall 1,82 en var 2,19 árið 2019. Og þá orðið laust þessa 3 fundarliði. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Já, ég verði að hafa stærra letur á þessum punktum, þegar maður ekki gleyma gleraugunum þeim. En forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á hlýða. Og eins og forseti kom inn á, þá erum við stödd hér í seinni umræðu ársreikning Akraneskaupstaðar og vegna ársins 2020. Og eins og fram hefur komið fyrir umræðu og eins og forseti fór yfir, þá Akraneskaupstaðar að skila núna 143 milljóna króna rekstrarafgangi á rekstrarárinu 2020 sem 177 milljóna króna lakari niðurstaða en upphafleg fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir en 105 milljónum betri niðurstaða en gert var ráð fyrir í áætlun með viðaukum. Og eins og ég sagði fyrir ræðu minni málið að sem var löng og ítarleg og ég ætla mér ekki að fara mjög ítarlega ofan í þetta í dag og þarf að endurtaka sig, að þá þessi niðurstaða mjög góður varnarsigur fyrir samfélagið okkur og sérstaklega þegar við lítum til þeirra efnahagslegu áhrifa sem heimsfaraldur kórónuveirunnar hefur haft á samfélagið okkar. En eins og ég sagði fyrir ræðu, þannig að byrja aðeins þarna, þá stendur þar í ársreikningi, samkvæmt okkur líka betur eða verð, í skýringu að árið 2020 hafi verið fremur óvenjulegt ár vegna kórónuveirunnar og neikvæð fjárhagsleg áhrif heimsfaraldursins á rekstur Akraneskaupstaðar sem metur á 275 milljónir. Og þessi áhrif felast meðal annars í endurgreiðslu á þjónustugjöldum vegna skerðingar á þjónustu sem við urðum að grípa til vegna stöðunnar, lækkun útsvarstekna, frestun og innheimtu fasteignagjalda og annarra tekna, auk þess sem aukning varð á útgjöldum á ýmsum sviðum, eins og til dæmis í velferðarþjónustunni okkar. En hluti, og það nú bara svo að hluti af þessum aðgerðum og áhrifum vegna þeirra aðgerða sem við öll í bæjarstjórn fórum yfir og ákváðum að bregðast við í fyrstu lotu eða fyrstu bylgju heimsfaraldursins. Og ég verð bara að segja það, og ég veit ég hef sagt það oft, að ég stolt af því þori og samt þeirri framtíðarsýn sem við í bæjarstjórn höfðum með það að standa með samfélaginu okkar, standa með heimilunum okkar, fyrirtækjunum okkar og félagasamtökum
með það í huga að við vissum að þetta gæti þýtt lakari rekstrar að koma fyrir okkur einhver tíma, en þá ákváðum það að stíga þessi skref. Við sáum að atvinnuleysistölur fóru hækkandi og það yrði að grípa til einhverja ráða til þess að styðja við samfélagið. Og eins og ég nefndi líka fyrir ræðu að þá aðgerðapakkinn að skila okkur umtalsverðu. Á dögunum var skrifað undir, var fyrsta skóflustunga að leigufélagi aldraða, uppbyggingu á íbúðum hér á Dalbrautarreit. Þessi framkvæmd hefur gríðarlega jákvæð áhrif á samfélagið okkar, ekki bara auka húsnæðisöryggi, heldur þetta verkefni að skila það bil 2 milljörðum inn í samfélagið okkar. Þar sem að verktakar hér í samfélaginu hafa fengið verkefni í þessari uppbyggingu og þar af þessari upphæðir áætlað 1,1 milljarður sé laun og launatengd gjöld til þeirra sem þarna munu starfa. Og það hefur jákvæð áhrif fyrir þá einstaklinga og hefur vissulega jákvæð áhrif fyrir bæjarsjóð líka. En talandi bæjarsjóð að þá eru rekstrartekjur samstæða Akraneskaupstaðar, þær jukust 1,3% á árinu 2020 og þar af útsvara fasteignaskattur 1,1%, aðrar tekjur hækkuðu 1,3% en framlög jöfnunarsjóðs lækkuðu. Rekstrargjöld samstæða á árinu 2020 að meðtöldum afskriftum jukust 9,8% á milli ára, launagjöld heitir þetta, án lífeyrisskuldbindinga hækkuðu 10% á árinu, enda margir kjarasamningar lausir á síðasta ári sem hafði umtalsverð áhrif á bæjarsjóð. En hins vegar kemur það fram í skýringu með ársreikningi að þegar litið eftir sömu hækkunar reiknaðar í krónum og íbúa, þá hækkar þessi liður 8%. Skatttekjur í krónum á íbúa lækka á milli ára, en við höfum átt í að venjast á síðustu árin að þessi stærð hækki 3–8% frá ári til árs. Annar rekstrarkostnaður hjá Akraneskaupstað hækka 7,8%. Rekstrargjöld án afskrifta aukast 724 milljónir milli ára, en rekstrartekjur aukast á sama tíma 100 og, mann ekki utan að, síðustu 108 milljónir, afsakið ég reyður. Og eru því rekstrargjöld að aukast 616 milljónir umfram rekstrartekjur á tímabilinu. Þessi þáttur sem ég staldra við þarna auðvitað vissulega eitthvað sem við höfum verið að ræða hér í bæjarstjórn og annað slíkt sem að við verðum að horfa til. Það rekstrargjöldin að aukast umfram rekstrartekjur. Og eins og ég sagði fyrir ræðu líka að þá samþykktum við öll hér í bæjarstjórn tillögu sjálfstæðismanna það að ráðast í fjármálagreiningu á öllum sviðum bæjarins og skoða og greina hvort hægt að nálgast verkefni sem stöndum frammi fyrir á hverjum tíma. Og skoða hvað við erum að gera núna, hvað hægt að gera öðruvísi og hvernig önnur sveitarfélög að gera hlutina. Rétt fyrir fundinn fékk ég skilaboð það að þessari vinnu hjá KPMG miði vel og það sé fyrirhugaður fundur, ekki hundur, fyrirhugaður fundur með embættismönnum bæjarins í næstu viku og áætlað að KPMG komi með einhvers konar svona grind að fyrsta áfanga þeirrar vinnu inn í bæjarráð eftir 2–3 vikur. Þannig að það ekki langt síðan þeir fóru á stað með þessa skoðun en hefur greinilega haldist vel á vinnunni og það verður fróðlegt að sjá svona hvað fyrsti áfangi þessarar vinnu mun hafa í för með sér og hvað við sjáum, hversu mikið við sjáum að spila þá og hvernig við viljum bregðast við. En það okkur afar mikilvægt að þessi vinna gangi hratt og vel fyrir sig og að fyrir haustmánuði séum við komið með skýra línur það hvernig þeir sjá okkar rekstur og hvaða tækifæri og ógnanir þeir sjá. Af því að þá þetta eins og við þekkjum öll hér að fara inn í fjárhagsáætlunar vinnuna og þurfum að hafa gagnið okkur við hlið. Heildareignir í árslok hjá Akraneskaupstað eru tæpir 15 milljarðar og lækka tæpar 200 milljónir á milli ára. Fastafjármunir aukast rúmar 300 milljónir,
skuldir og skuldbindingar samstæðu lækka milli ára og það sama má segja lífeyrisskuldbindingu. Þessi síðast tveir nefndu þættir skipta gríðarlega miklu máli í ört vaxandi sveitarfélagi að skuldirnar okkar fari lækkandi og sé núna í A-hluta 815 milljónir en í samstæðu 1.056 milljónir. Á næstu árum fara þessar skuldir lækkandi en auðvitað eins og við munum öll þá eru fyrirhugaðar lántökur á þessu ári til að ráðast enn frekar og í fjárfestingar hjá bænum. En þessi staða hvað varðar þessar lífeyrisskuldbindingar og þessar skuldir gefa okkur tækifæri til að ráðast í þær umfangsmiklu uppbyggingar sem við samþykktum hér í fjárhagsáætlanagerð á síðasta ári fyrir þetta ár og gefur okkur byr undir báða vængi að vera bara dálítið keik og byggja hér upp mikilvæga innviði í okkar samfélagi sem að stækkar. Og í muniði fjárfestingaráætlun fyrir þetta ár samþykktum við stórfellda uppbyggingu í fjárfestingum. Við samþykktum að klára þjónustumiðstöðina við Dalbraut sem núna eru á lokametrunum og það er gaman að segja frá því að við hér í bæjarstjórn fengum boð það að fara heim og framkvæmda glæsilega mannvirki á dögunum. Virkilega gaman að sjá hversu vel hefur heppnast til, rýmið bjart og vítt til veggja og greinilegt að þarna getur hinn ýmsa starfsemi farið fram og gleði í andlitum og augum og svona yfir því að kannski eftir COVID langt tímabil að geta hafið starfað nýju ýmist félagsstarf og aðra tengda starfsemi í þessu húsnæði og hafa svona góða aðstöðu. Það var líka samþykkt að við myndum byggja nýjan leikskóla og að framkvæmdir færi á stað á þessu ári og gaman að segja frá því að það er bara gengið ótrúlega vel að taka þennan grunn og vera að gera púða og mikið að gerast þarna uppi við Aspaskóga þar sem að vinna við þessa undirvinnu fyrir leikskólan er í gangi og það virðist bara ganga vel. Samþykkt var líka að framkvæmdir við Fjölliði færu af stað og það er áætlað að næsta hefðbundna bæjarráðsfundi eða fundinum þar á eftir eða næsta hefðbundna bæjarráðsfundi að þá verði klárað erindisbréf fyrir starfshópinn uppbyggingu Fjölliðinnar og að dögunum þá fór fram friðsöm áminning mikilvægi þess að uppbygging Fjölliðinnar færi af stað sem fyrst en 50 manna hópur af starfsmönnum Fjölliðinnar var að minna á þá brýnu þörf að úrbætur í húsnæðismálum vinnustaðarins færi á stað og en eins og við vitum öll líka að þá er 2 ár frá því að brunninn varð í Fjölliðinni og að þeirra mati þá er aðstæða sem þeir hafa núna í dag, þá er hún góð svo langt sem hún nær en sé ekki hentug fyrir mismunandi þarfir allra sem þar starfa. En virkilega mikilvægt að hafa fengið þetta húsnæði og það til þess að starfsemi gæti verið í gangi. Samþykkt líka í okkar fjárfestingar áætlunum og með lokahönnun á Jaðarsbökkum og framkvæmdum muni hefjast. Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif fyrir bara meðal annars bara íþróttakennslu í grunnskóla, fyrir aðstöðu til íþróttaiðkunar, fyrir starfsfólki sem þarna starfar og mikilvægur fyrsti áfangi uppbyggingu á okkar annars ágætu mannvirkjum. Gatnagerð í Skógarhverfi mun fara af stað og framkvæmdir við skólalóðir halda áfram. Stígagerð í fullum gangi og sama má segja Flóahverfi. Í Flóahverfi er gríðarlega spennandi verkefni í gangi sem getur skipt samfélag okkar miklu máli. Og verkefnum sem geta fjölgað atvinnutækifærum hér á Skaganum og þar með aukið kannski tekjur okkar. En kannski það sem við horfum á í ársreikningi er að við þurfum að finna leið til að auka tekjur bæjarins. Og eina leið að því er að fjölga hér atvinnutækifærum og íbúðum og fjölga svona tækifærunum sem að fólk hefur til að stunda atvinnu. Og mikilvægt að við horfum svona jákvæðum augum á það að
fjölga störfum sem krefjast mismunandi færni og þekkingar í samfélaginu okkar og kannski störfum sem er kannski gefa ágætt af sér. Og við þurfum, og þessi ársreikningur, þó að þessi mikill varnarsigur, þá þurfum við að horfa betur í það og skoða leiðir hvernig við getum orðið sjálfbærari heldur en við erum í dag, aðalsjóður bæjarins, og það er mikilvægt að við náum þeim áfanga í okkar ört stækkandi samfélagi. Og hluti af því að það sé verið að reyna að fjölga hér tækifærum, auka tekjur bæjarins og skapa hér tækifæri er meðal annars breiðir nýsköpunarsetur og á næstkomandi föstudag fer fram undirskrift samstarfssamning milli FabLab-smiðjum Vesturlands og Akranesi og það er alveg ótrúlega aðilega fyrirtækja stofnanir hér á Akranesi og ráðuneyti sem koma að þessu mikilvæga verkefni. Og ég er alveg bara fullviss það að þarna verði til tækifæri og þarna verði til hugmyndir og þarna verði getið sprottið upp alls konar verkefni sem geti skapað hér störf og þar með haft jákvæð áhrif á samfélagið. Og en ef við lítum í ársreikning okkar aftur og svona ýmsa þróun undanfarinna ára þá sjáum við til dæmis að Akraneskaupstaður hefur verið að greiða með málefnum fatlaðra frá árinu 2011 og nemur svo upphæð 609 milljónum króna og nauðsynlegt er að mínu mati allavega að það eigi sér þetta samtal milli ríkis og sveitarfélaga hvernig eigi að vinna þessum þætti og líka bara hvernig að við fækkum þessum gráu svæðum og fáum einhverja vitneskju í það hvað sé heilbrigðisþjónusta og hvað sé málefni fatlaðra og því að það vilja allir veita góða þjónustu og þess vegna er mikilvægt að skilgreina hvað er ríkisins og hvað er sveitarfélaganna og bara eins og ég man ekki hver nefndi hér í fyrri ræðu daginn að það er oft fátítt kannski að það sé búið að kostnaðarmeta og kostnaðargreina til fulls til frumvarp að snúa að þessum þáttum og að snúa að hlut sveitarfélagsins. Og það er þessar upphæðir eru gríðarlegar fyrir sveitarfélagið, en ég veit að líka jafnframt að margir þeir sem eru að þiggja þjónustuna að þeim finnst kannski ekkert endilega of af því sem veittir. En þannig að þetta er mjög mikilvægt að ná og kafa ofan í þetta og hvort að það sé einhver hugmynd að einhvern veginn að pressa á ríkið með það að það verði farið ofan í einhvers konar svona kostnaðargreiningu, rýningu á stöðu sveitarfélaga, hvað þau að greiða með rekstrinum og annað slíkt svipað og gert var með dvalarheimili. Já. En þannig snúið mér aðeins að B-hlutanum að þá var höfði hjúkrunar- og dvalarheimili rekið með tapi á árinu 2020 eins og við vitum öll og en sem sagt hjúkrunarheimili voru sem rekið með 3,5 milljarða króna tapi á árinu 2017-19 eins og kemur fram í skýrslu sem starfshópur eða verkefnastjórn greiningu á kostnaði og stöðu hjúkrunarheimilana sýndi fram á. Og á árinu 2019 voru 87% heimilanna rekið með tapi og þessi erfiða staða sveitarfélaga, hjúkrunarheimila og hún nær til bæði þeirra dvalarheimila og hjúkrunarheimila sem rekið eru sem sjálfseignarstofnanir og jafnframt til þeirra sem rekin eru af sveitarfélögum. Og það er því ljóst að hjúkrunarheimili sem fá daggjaldagreiðslur frá ríkinu eiga við rekstrarvanda að stríða saman rekstrarform þeirra er og vandi liggur í því að daggjöldin sem ríkið skammtar í reksturinn ekki tengst raunveruleikann.
Eins og ég nefndi fyrir ræðu þá allavega kom smá dropi í hafið að við fengum leiðréttingu á daggjöldum upp á 28 milljónir inn í rekstur Höfða á þessu ári, sem minnkar gatið á þessu ári. Og auðvitað er það bara þannig að betur má við duga skal, ríkið þarf að koma betur að og leiðrétta rekstur þessara hjúkrunarheimila og það er ekki ásættanlegt að mínu mati að sú leiðréttinga verði látin bíða fram á næsta. Það eru sóknarfæri að mínu mati að leiðrétta hlut þessara heimila. Eitt er til dæmis ef að dvalarrýmum væri fækkað á hjúkrunarheimilum, en í dag innritast mjög fáir einstaklingar í dvalarrými. Fólk er aðallega innritast í hjúkrunarrými þó að það liggi inn í dvalarrýmum og greiðslurnar sé í samræmi við það. Og annað er þá aukningu sérhæfð dagdvalarrými sem getur skilað Höfða auknum tekjum til dæmis. Ég tel allavega að samhliða því að skoða til dæmis hvernig hægt væri að vinna með Höfða í núverandi rekstrarformi að þá þurfum leið að skilgreina framtíðarfyrirkomulag þjónustu við aldraða hér á Akranesi. Þar sem horfa til tækifæri lengri búsetu í eigin húsnæði, samspil heimahjúkrunar, heimaþjónustu og sveigjanlegri dagdvöl fyrir eldra fólk. Og síðasta fundi bæjarráðs vorum við akkurat með þetta mál á dagskrá, þar sem við fólum bæjarstjóra að skoða hvernig önnur sveitarfélög eru til dæmis að nálgast þennan þá. Afla okkur upplýsingu það hvað vel er gert annars staðar í akkurat þessari milliþjónustu, vera ekki að finna upp hjólið sjá hvað hefur reynst vel og vinna síðan áfram með það ef að það verður staðar. Það er mismunandi varðandi inn á Höfða hvort dagdvalardeildin og dagdvölin eru rekin með tapi á meðan hjúkrunardeildin eru ekki rekin með tapi. Þannig að það eru sóknarfæri í því að herja á það að til dæmis fækka dvalarrýmum ef að það væri ekki pólitísk ákvörðun eða að fjölga sérhæfðum dagdvalarrýmum til að auka tekjur heimilisins og skoða síðan það hvernig hægt er að vinna á þessum biðlistum með því að auka einhver úrræði, millistigsúrræði. En ég verð samt að segja þrátt fyrir allt þetta þá stendur Akraneskaupstaður styrkum fótum fjárhagslega. Og við þurfum vissulega rýni ákveðin merki sem við erum að gera í fjárhagsúttekt, KPMG er að vinna fyrir okkur. Skuldastaðan er lág, afborganir núverandi lána fara lækkandi og eins og ég nefndi áðan þá getum við þess vegna ráðist í umfangsmiklar framkvæmdir á þessu ári. Við þurfum að fjármagna hluta til að lánum. Og út af þessari ábyrgu fjármálastjórn sem hefur verið á þessu kjörtímabili og undanförnum kjörtímabilum, þá erum við ekki að binda fætur og hendur komandi bæjarstjórna það að þau geti ekki ráðist í hinar ýmsu framkvæmdir sem að blasa við á næstu árum. Heldur erum við út af þessari ábyrgu fjármálastjórn, þá höfum við getu til að halda áfram að byggja upp samfélagið okkar. Og af því það er mikilvægt fyrir okkur að hafa sterka innviði í okkar samfélagi og við getum tekið á móti einstaklingum og fjölskyldum sem hingað vilja flytja og boðið áfram upp á þá mikilvægu þjónustu sem við viljum veita. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni en ég býst alveg við því að ég eigi eftir að koma eitthvað hér aftur upp í ræðustól í dag. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur átt í máli sínu og orðið er laust. Málsefninga Akraneskaupstaðar. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hér ársreikninga Akraneskaupstaðar að öðru sinni og ég ætla svo sem ekki að landa mig mikið í umræður
áreikningina sem slíka, en mig langar til að taka upp hér aðeins málefni hjúkrunardvalarheimilisins Höfða, sem að Elsa Ragnarsdóttir formaður bæjarráðs og ég gera áðan. Nú er það þannig að ég hef margar ára skeið haft þó nokkuð mikil áhuga á rekstri hjúkrunardvalarheimilisins og kannski það fyrst og fremst að því að þennan rekstur hefur í rauninni verið mikil barátta. Og sú barátta hefur verið við ríkið. Og það verður að segja þess að sú barátta hefur verið harðri. Og við langar þess að nefna hérna nokkur atriði varðandi reksturinn sem að ég held við eigum að hugsa áfram inn í framtíðaráformum hvernig við viljum koma þessu rekstri fyrir. Staðan er þannig að á síðasta kjörtímabili var hjúkrunardvalarheimili Höfði rekið með miklu tap. Það var ekki vegna þess að það væri ekki hugað vel að rekstrinum og menn sýndu ráðdeild og sparnað. Það snerist ekki það. Það snerist á þeim tíma að hjúkrunar- og dvalarheimilið var lífeyrisskuldbindingar, mjög háar lífeyrisskuldbindingar sem ekki var gert ráð fyrir í framlögu ríkisins. Þannig að ríkið gerði engan greinarmun á rekstrarfé til hjúkrunarheimila sem höfðu mikla lífeyrisskuldbindingar og þeirra sem höfðu engar lífeyrisskuldbindingar og voru rekin af ríkinu. Á þetta var bent ítrekað og fyrir dögum við. Ríkið bregst ekki við. Lögin segja mjög skýrt hver ber ábyrgðina á rekstri hjúkrunarheimila. Það segja fjárhagslega. Það er ríkið og engin annar. Ekki sveitarfélögin, ekki sjálfseignarstofnanir, engin nema ríkið. Þetta getur ríkið haft skoðun á því ef það sýnir sig að hjúkrunarheimilið er ekki vel rekið. Þau getur haft athugasemdir slíkt. En ég held að það sé þannig flest hjúkrunarheimili á Íslandi og kannski ekki síst hjúkrunar- og dvalarheimili Höfða. Það hefur verið að reka þessi heimili af ráðdeild. Nú finnst mér við vera að sjá aftur tilhneigingu í þá átt og ekki séu lífeyrisskuldbindingar sem að hlægi að það sé of naumt skammtað með rekstri hjúkrunarheimila. Og aftur erum við að semja við ríkið. Við höfum fundið þetta á eigin skinni á þessu kjörtímabili. Við höfum rekið Höfða með tapi 2000 og allavega 2017, 18 og 19 ef ég man rétt og það hafði ekki verið umtalsvert tap. En árið 2020 er tapið 40 milljónir. Rekstrartap Höfða er 40 milljónir á árinu 2020 og það er sem sagt farið að bíta. Og Höfði mun ekki þola mörg slík ár til viðbótar án þess að bæjarsjóður muni þurfa að greiða þá með rekstrinn. Við höfum, held ég öll, gert okkur grein fyrir því að það þurfa að taka ákvarðanir framtíðarrekstur hjúkrunar- og dvalarheimilis Höfða. Það er að segja hvort Akraneskaupstaður ætlar að sinna þeirri þjónustu eða hvort við ætlum að fela hana einhverjum öðrum. Og ef við ákveðum að reka hjúkrunar- og dvalarheimilið sjálf hér, þá þurfum við að taka ákvörðun það líka hvort við ætlum að greiða með rekstrinum eða ekki. Já, við munum alltaf þurfa að glíma að það verði naumt hjá ríkinu. Kannski á þessum grunni var farið í ákveðna sviðsmyndagreiningu hérna hjá Akraneskaupstað og við höfum gott sem að geta verið okkur leiðsögn í því að velta upp möguleikum annar rekstrarform. Sú sviðsmyndagerð er í raun alveg ágæt, mínum mati, og sýnir auðvitað bæði ákveðna kosti og ákveðna áhættu sem fólkin í mismunandi rekstrarformum. Og það er ekkert endilega sjálfgefið að
við séum öll sammála að einhvern ákveðið rekstrarform eigi að vera fyrir hendi. Ég get hins vegar sagt það fyrir mig að mér hugnast það best að það hefur verið rekið sem sjálfseignarstofnun, ekki á ábyrgð Akraneskaupstaðar, heldur sem sérstakur rekstrareining og þurfi þá að standa á eigin fótum hvað það varðar. Nú, við ákváðum kannski að salta aðeins niðurstöðurnar hér úr sviðsmyndagreiningunni meðan beðið væri eftir skýrslu sem Ævartur Elsalóður vék hér að áðan og fjallar rekstur hjúkrunarheimila á árunum 2017 til 2020 þó að 2020 hafi kannski ekki verið mjög margt ár á grundvelli COVID. Sú skýrsla er lýsandi en hún segir ekkert nýtt. Hún segir ekkert nýtt. Hún segir bara það sama og aðra skýrslur hafa sagt. Að ríkið er ekki að greiða með rekstur hjúkrunarheimila eins og það. Og í sjálfu sér er ekkert farin eitt sérstaklega dýpra í það, allavega hef ég ekki lesið mig til með þeim hætti að ég sjái það í fljótheitum að þessi gerðu greinarmunur á rekstrarformi. Það er vísu minnst á það í skýrslunni að það sé erfitt fyrir rekstraraðila hjúkrunarheimila að bera upp sinn vanda því að það er auðvitað bara einn samningsaðili og mótaðili og ekki nein úrræði varðandi það að skjóta því til dómstóla eða einhverjar samráðsnefndar eða einhver slíks. Það er eitt hjúkrunarheimili sem hefur slíka ákvæðin og það er Sóltún. Þar er sérstök sáttanefnd sem er ætlað að finna lausn á því ef ágreiningur upp. Nú er þetta kjörtímabil langt komið og ég ekki fara að vera síðast í séns fyrir einhver okkar að sjá breytt rekstrarform á hjúkrunardvalarheimilinu Höfða. Ég ætla allavega að leyfa mér að varpa fram spurningu hér hvort að við ætlum þessum eftir þessa kjörtímabils að horfa til þeirra vinnu sem unnin hefur verið á þessu kjörtímabili og reyndar fyrir kjörtímabili og það af alvöru hvort að við ætlum að kanna aðra möguleika á breyttu rekstrarformi og þá að stíga þau skref sem þarf til þess að það geti orðið. Ég veit að það er kröftugt að krefast kannski svara á þessum fundi en ég held að sé samt þannig að við þurfum að taka þessa umræðu og ég held að sé ákveðið að menn komið þá fram með rök fyrir því af hverju annars vegar við viljum þá breyta eða hinu, við viljum ekki breyta rekstrarform og ég kalla þess eftir því að það verði umræða þessi mál og skora á formann bæjarráðs að minnsta kosti að gefa það upp hér hvort að það komi til greina að breyta rekstrarform á þessu kjörtímabili eða hvort að meirihlutinn vill búa við óbreytt ástand í þeim efnum. Bæjarfulltrúi Ólafur Halldórsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, svo er. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og þá aðrir sem á okkur líða. Eins og fram hefur komið að þá erum við hér í umræðu reikninga bæjarfélagsins fyrir árið 2020. Í haust þá hefði mátt vænta þess að tap yrði umtalsvert en sem betur fer þá höfðu reiknimeistarar sambandsins rangt fyrir sér allavega hvað okkar útsvar varðaði
það í rauninni hefur aukið gert það að verkum að við höfum mikið rætt hér síðustu kjörtímabil að þá vöntun í rauninni sem að á því að við bæjarfulltrúar séum í rauninni upplýstir það hverjar eru rauntímatekjur bæjarins og það umræða sem hefur farið hér fram og ég reikna með að hún haldi áfram en ef við skoðum í rauninni niðurstöðu A-hlutans hjá okkur þá segir það sig að reksturinn hann í rauninni stendur ekki undir sér, þannig er það, en það sem er að okkar reiknimeistarar, Akraneskaupstaðar, þeir voru nokkuð getspakir í upphafi árs eða í áætlun fyrir ársins, þannig að við stöndum uppi með það rekstrartekjurnar hjá okkur eru á pari við upphaflega áætlun sem að veit ekki hvort það að segja sig gott en við erum allavega með fólk sem að les vel í stöðuna. Það sem að veldur áhyggjum það rekstragjöldin að fara verulega umfram upphaflega áætlun og í rauninni flestir málaflokkar sem að eru að fara fram úr og það sem að kannski mest sláandi það að launagjöld að fara hækkandi milli ára og í rauninni launahlutfalli sem að hefur verið einna hæst hér á Akranesi í samanburði við önnur sveitarfélög hækkar verulega milli ára eða úr 66,1% 2019 í 72,1% 2020. Og að þessu þurfum við og ég veit að við höfum haft verulegar áhyggjur og af þessari þróun og vonandi komumst við að því fyrr en síðar hvað það sem í rauninni skapar þetta að við erum í toppsætinu þarna. Eitt sem þarna hefur verið hér í umræðinu og óvenju hátt hjá okkur með önnur sveitarfélög til dæmis framlag veikindapott og við höfum margrætt það hér að skoða það hverju það sæti en það í rauninni bólar ekkert á neinum niðurstöðum í því. Og ég geri mér alveg grein fyrir því að síðasta ár var sérstakt miðað við árin þar á undan og sjálfsögðu hægt að útskýra eitthvað í breytingum sem að eiga sér skýringar í þeirri óværu sem að kom hér. En ég held að það segi í rauninni ekki alla söguna. Það búið að fara vel yfir reikningana og tölur og annað í þeim hefur komið fram hér í fyrri umræðu og mun sennilega og hefur komið hér fram í ræðu formanns bæjarráðs, Elsu Láru Arnardóttur og ég efa það ekki að kollega mínir í Sjálfstæðisflokknum sem eru
tölur glöggari heldur en ég muni kannski fara eitthvað dýpri í það. En ég ætla að vera aðeins á öðru nótum, svona restina af þessari tölu minni, en að nefna það að það hefur heyrst hér að við höfum unnið ákveðinn varnarsigur og ég ætla ekkert að gera lítið úr því og það getur alveg vel verið, en mig langar þá aðeins að skjóta því að hér hvort að við getum sagt að hér hafi orðið sóknartap. Af hverju segi ég sóknartap? Jú, ég tel að okkur hafi ekki gengið í rauninni nóg vel í það að sækja þá meiri eða hærri tekjur. Það sem við í rauninni þurfum sem bæjarstjórn og sem stýrum þessu bæjarfélagi finnst mér að við þurfum að huga að því að tryggja framtíðartekjur fyrir bæjarfélagi. Því ég vil meina að í raun það mikilvægasta sem við getum gert að auka tekjurnar. Þannig að við getum í rauninni staðið undir þeim útgjöldum sem við og teljast eðlilegt. Það alveg eðlilegt að það sé útgjöld og við þurfum að veita ákveðna þjónustu. En við verðum að tryggja að tekjurnar séu til staðar. Nú, það hefur verið komið hér inn á málefni fatlaðra en yfirfærslan á þeim málaflokki til sveitarfélaga var 2011 og hefur í rauninni sýnt það sem að hefur komið hér fram í ræðum að þegar að ríkið færir vinnu og störf og þjónustu yfir á sveitarfélögin þá fylgja því ekki þær tekjur sem til þurfa. Við í Akranesi höfum haldið utan tekjur og gjöld fyrir málaflokkinn málefni fatlaðra síðan 2011 og til og með 2020 og eins og kom hér fram í ræðu formanns bæjarráðs, Elsu Láru Arnardóttur, þá erum við í 609 milljón króna mínus í þessum málaflokki. Við höfum borgað sem sagt 609 milljónir umfram það sem við höfum fengið tekjur til þess að reka málaflokkin. Og 2019 var þetta tap upp á 130 milljónir og 2020 voru það 228 milljónir. Það hækkar tapið á milli 2019 til 2020 97 milljónir. Það segir sig í raun alveg sjálft að svona getur þetta ekki gengið. En það sem kannski erfitt fyrir okkur að þetta viðkvæmur málaflokkur og það ekki kannski auðvelt að ræða hann hér á opinberum vettvangi. En ég vil meina að þetta umræða sem við verðum að taka og verður að heyrast.
Við höfum fengið, ég hef allavega fengið þá spurningu þegar ég að ræða þessu mála að það er til aðilar sem vilja meina að þú setja fram spurninguna hvort við séum að ofþjónusta okkar skjólstæðinga. Erum við að veita góða þjónustu sem verður til þess að fólk velur að flytjast til okkar? Ég veit að við veitum góða þjónustu og við höfum mjög gott og hæft starfsfólk í málaflokknum. Erum við að veita þjónustu sem að undir þennan málaflokk fellur sem í rauninni ætti að flokka sem heilbrigðismál. Heilbrigðismál heyra undir ríkið, en ef heilbrigðiskerfið segir nei, hverjir sitja þá uppi með málið? Það eru sveitarfélög, það eru við. Úrræði sem að eru og hafa komið fram síðustu árin sem að þarf að nýta fyrir ákveðna einstaklinga eru mjög dýr. Og þegar við leggjum í þá vegferð að nýta þessi úrræði þá í rauninni vitum við ekki hvort að við fáum í rauninni frá ríkinu þann kostnað sem að þessi úrræði kostar. Það getur liðið alltaf heilu ári þangað til við fáum úr því skorið, hvort að við fáum greitt fyrir þá þjónustu sem við erum þá búin að veita í alltaf 1 ár. Eigum við bara að skala þjónustuna við fatlað fólk miðað við þær tekjur sem ríkinu þóknast að afhenda okkur? Við hér á Akranesi, við höfum valið að sinna okkar hlutverki vel, en það kostar sem orsakar að við verðum að taka þá fjármuni af, hvað ég var að segja, öðrum tekjum. Þeim peningum sem við tökum þá af öðrum tekjum hefði öllu eðlilegu verið varið til að bæta almennt aðstæður allra bæjarbúa. Styrkt innviði. 609 milljónir eru miklir peningar. Þetta upphæð sem að nemur tæplega andvirði sem nemur einu 5-leikahúsi, ef ég man rétt. Nú, einn málaflokkur sem að hefur vaxið mikið undanfarin ár og þá mest kannski núna síðust 1-2 árin og það er málaflokkurinn barnavernd. Launakostnaður við barnanefnd 2011 voru 2,6 milljónir króna. Það getur vel verið að það hafi verið fært örlítið öðruvísi en í 2019 þessi upphæð komin í 50,9 milljónir. Getum við eitthvað gert til þess að lækka þennan kostnað? En það sem að við í rauninni stöndum alltaf frammi fyrir og kom vel fram í ræðu bæjarfulltrúans Ólafs Adolfssonar hér áðan. Það er þessi
tekjuskipting í rauninni skatttekna til þess að þau verkefni sem að ríkið útdeilir til sveitarfélagana og hefur verið samið í gegnum árin, að það sé í rauninni rétt borgað með þeirri þjónustu. Hvort sem það heitir dagdvalarrými eða úrræði fyrir fatlaða einstaklinga. Eitt af því sem að ég vil taka hér fram líka það að til þess að við getum aukið tekjur okkar, að þá verðum við að tryggja að hér geti blómstrað gott og farsælt atvinnulíf. Við þurfum að vinna að því að hingað vilji fyrirtæki koma og að þau fyrirtæki sem hér eru og eru í nágrennu hafi tryggt umhverfi til þess að blómstra. Því miður að þá get ég ekki sagt að okkur hafi tekist þetta. Á Grundartanga eru 2 fyrirtæki sem stór hluti útsvarsgreiðenda hér á Akranesi vinnur hjá, fólk með yfirleitt mjög góðar tekjur. Annað af þessum fyrirtækjum hefur reynt að fá skilyrði eða samninga til þess að geta stækkað, og hitt fyrirtækið býr við aðstæður sem eru þannig að stór hætta á að það hætti starfsemi. Ég veit að við sem hér sitjum höfum gert margt til að ýta undir lausnir frá ráðamönnum og allt upp í ráðherra án sýnilegs árangurs. Sjálfur hef ég setið fundi með ráðherrum míns flokks sem málið heyrir undir en án árangurs. Það er eins og það sé ekki skilningur hjá ráðamönnum og þá almennt líka í þjóðfélaginu. Hvað í rauninni þessi fyrirtæki eru mikilvæg, ekki bara okkur sem sveitarfélagi í nágrenni þessara fyrirtækja, heldur Íslendinga allra, og meiri sagt að leiða því rökum að þetta hafi mikla þýðingu fyrir allan heiminn. Nú sjávarútveg erum við búin að reka í burtu frá okkur með góðri hjálp fyrirtækis á okkar vegum, Faxaflóahafna. Þrátt fyrir skýr ákvæði í samningi okkar að Akraneshöfn verði byggð upp sem fiskihöfn. Aðstöðuleysi hefur hrakið fyrirtæki í sjávarútvegi í burtu frá okkur og virðist flestum bara vera sama, því við losnum við ýmis óþægindi sem að í rauninni fylgja öllum fyrirtækjum og við munum inn mikla slag hina miklu ólykt hér árið. Það er eins og sama með þetta eins og ég nefndi hér með stóru iðnfyrirtækin að fólk bæði kannski hér hjá okkur og annars staðar að það bara búið að gefast upp og einhvern veginn finnst bara ágætt að þessi fyrirtæki séu farin, sem dapurt, því að þessi fyrirtæki hafa í gegnum árin skilað okkur óvenju miklum verðmætum.
Nú í rauninni lítur út fyrir það sem að ég hef óttast lengi að eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki sem á viðskipti við Faxaflóahafnir í dag hverfi innan ekki svo margra ára alfarið úr viðskiptum við Faxaflóahafnir. Sem í rauninni dapurt að við skulum í rauninni ekkert gera. Við höfum ekki verið nógu dugleg, þó ég viti til þess að við höfum barist fyrir ýmsu, að þá bara eins og öllum sé í rauninni sama það að þetta og þessi fyrirtæki hverfi. Við höfum nú undanfarin ár, þetta rauninni, ef við teljum upp svona sem einn þriðji punktur í sem ég vil kannski meina hafi áhrif á tekjurnar okkar, að undanfarin ár þá höfum við staðið fyrir uppbyggingu íbúðarúrræða fyrir tekjulága einstaklinga sem í sjálfu sér gott svo langt sem það nær. Því mér finnst að þetta hafi verið gert svolítið á kostnað annarra úrræða og ég hef í rauninni ákveðnar áhyggjur og þær hafa komið fram hjá öðrum hér í ræðustól að með sömu þróun þá munum við allavega ekki þokast upp listan yfir meðaltekjur per íbúa. Akranes hefur í rauninni verið láglaunasvæði síðustu ár miðað við þann lista og ég segi það uppátt hér að því verðum við að breyta. Við verðum að skapa skilyrði fyrir góðri búsetu fyrir alla. Þannig að íbúasamsetning hér á Akranesi verði þannig að við getum skapað öllum sem hér búa og velja að búa í framtíðinni þá þjónustu sem hverjum og einum ber. Við verðum, eins og ég sagði hér áður, að skapa skilyrði fyrir fyrirtæki sem vilja vera hér og vilja koma hingað. Við verðum líka að hafa þau íbúðarúrræði sem laða að sér góða útsvarsgreiðendur og við verðum að skapa þeim og öðrum íbúum hér góða innviði. Ég vil meina Akranesi bæjarfélag sem hefur fullt af tækifærum til að vaxa og verða áfram gott samfélag, en til þess verðum við öll sem hér situm og munum sitja hér áfram nákomin ár að vinna saman og stefna í sömu átt. Við verðum að horfa nokkur á fram í tímann hvað varðar framtíðar uppbyggingu á innviðum. Ef okkur tekst þetta þá okkur allir vegir færir, en ég get alveg sagt það hér að ég hef ekki góða tilfinningar fyrir því að atvinnufyrirtæki sem við erum háð, þar sem okkar útsvarsgreiðendur vinna, eigi bjarta framtíð eða verði hér til frambúðar. Þrátt fyrir það að ég segi þetta, þá tel ég mig nú vera frekar bjartsýnan mann. Við verðum að berjast fyrir okkur og okkar fólki. Það engin annar að fara að gera það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég fór nú svona í þó nokkrum orðum yfir mína afstöðu til ársreikningsins síðast, en mig langar svona aðeins að taka umræðu nokkra hluti. Ætla ekki að endurtaka umræðuna síðan síðast. Kannski varðandi rekstrartekjur per íbúa, af því að formaður bæjarráðs fór aðeins yfir það að rekstrartekjur per íbúa hefur lækkað hér milli áranna 2019 og 2020. Þá er það vissulega rétt, en ef við horfum aðeins lengra tímabil, 2017 til 2020, að þá eru þessar rekstrartekjur per íbúa að hækka að meðaltali 3,3% á ári. Og það segir manni það að vandinn liggur ekki í því að tekjurnar sé ekki að vaxa, heldur liggur vandinn í því að fjöldinn að vaxa miklu hraðar heldur en tekjurnar. Ef við horfum á heildartekjur A-hluta og hvernig þær hafa vaxið á þessu sama tímabili sem ég tala hérna, að þá eru þær að meðaltali að vaxa 5,2% á ári frá 2017 til 2020, en gjöld á sama tímabili 9,9%. Og það sjáum við bara allir að þessi þróun getur ekki gengið upp. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fór ágætlega yfir hvernig kostnaður hefur verið að hækka í ákveðnum málaflokkum. Og við höfum náttúrulega ákveðið að fara í rekstrarúttekt í desember. Það eru 5 mánuðir síðan og vinnan er að fara af stað, og ég verð að segja það að mér finnst þetta að vera svona fulllangur tími sem við tökum okkur í að keyra slík verkefni af stað þegar í rauninni hlutirnir blöstu líka alveg í rauninni eins við okkur og sama umræðan var tekin að hluta til í desember. Þannig að ég ætla bara að vona, eins og formaður bæjarráðs fór yfir, að vinnan er komin á stað og að menn sé að spýta í lófana og við fáum eitthvað gagnlegt til að nýta okkur inn í fjárhagsáætlanagerð haustsins í næstu ára. Af því að ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur. Við getum ekki haldið áfram, alveg eins og við fórum bara yfir þegar við fórum yfir rekstraráætlunina í fyrra. Það er auðvitað ekki hægt að hafa þá sýn að gjöld vaxi umfram tekjur langt inn í framtíðina. Kannski aðeins að rekstrarformi Höfða og í þessu samhengi að það tek ég undir með kollega mínum, bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni, að við þurfum að taka þessa umræðu, og ég minntist nú svo sem aðeins á það á síðasta bæjarstjórnarfundi, og við þurfum að hafa einhverja framtíðarsýn það hvernig við sjáum fyrir okkur að þjónusta við eldri borgara samfélagsins verði til lengri tíma litið, og hvort að við trúum því að það sé með þeim hætti að við sem að reka hér sem bæjarfélag dvalar- og hjúkrunarheimili, eða hvort okkur finnst og hvort við ætlum þá að setja í rauninni þá áhættu á bæjarsjóð ef að sá rekstur er rekinn áfram með rekstrarhalla, hvort okkur finnst ásættanlegt að bæjarsjóð sitji uppi með þann reikning. Og í rauninni þá hvaða áhrif hefur það á lögbundna skyldur sveitarfélagsins aðrar. Við hefum ekki sama peningnum tvisvar ef við þurfum að borga upp halla dvalarheimilisins. Að þá verjum við honum ekki í uppbyggingu á skólastarfi eða aðra slíka hluti. Þannig að mér finnst að við þurfum svolítið að gera upp hug okkar í þessu og mín afstaða er sú að mér finnst það ekki ásættanleg áhætta að bæjarfélagið sitji uppi með þann reikning, og ég get ekki séð að það sé eitthvað þau teikn á lofti að ríkið sé að fara að borga þennan reikning. Og ég tek líka
undir með kollega mínum, bæði fulltrúa Einari Brandsyni, varðandi það að við höfum ekki náð árangri í að sækja fram og fjölga íbúum og atvinnutækifærum á svæðinu eins og kannski við höfum verið að sjá í öðrum jaðarbyggðum höfuðborgarsvæðisins. Og og það auðvitað miklu auðveldara að takast á við það, eða sérst að stækka kökuna og fá inn meiri tekjur með góðum útsvarsgreiðslum heldur en að þurfa að fara í erfiða niðurskurð. Það bara svo miklu erfiðara verkefni. Þannig að þar held ég að við höfum svona kannski ekki alveg náð að gera eins vel og hægt eins og vel og við erum að sjá að önnur sveitarfélög ná fram með. Og það kannski umhugsunarefni. Og þar held ég til dæmis að í rauninni það hvernig við höfum haldið á okkar skipulagsmálum varðandi lóðaúthlutanir, að það hafi ekki hjálpað okkur í þessum efnum. Við höfum bara verið að taka okkur of langan tíma í hlutin. Og ég hef svo sem sagt það hér áður. Þannig að ég vona það að við náum frekar að sækja fram og stækka kökuna, auka atvinnutækifærin, búa vel að atvinnulífinu hér í bænum og laða til okkar fólk sem að vinnandi hendur sem að greiða hér útsvar. Því að það verður mun svona bjartari framtíð að horfa framan í heldur en það að þurfa, af því að við getum ekki haldið áfram að auka tekjur 5% að meðaltali og gjöld 10%. Það kemur ekki. Takk fyrir. Fulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Nú orðið laust ásetninga Akraneskaupstaðar. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gerið svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem að hlýða. Já, það ýmsar svona vangaveltur og punktar og svona sem ég er búin að taka frá Ég ætla að taka eitthvað af þeim núna og það líklega það bara leyfi og forseti eftir til að koma oftar upp í ræðustól heldur en síðan sína myndir þessari umræðu. Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi fór réttilega yfir málefni Höfðahjúkrunar og dvalarheimilis. Og ræddi það þann mikilvæga ávinning sem var þegar niðurstaðan fékkst í lífeyrisskuldbindingar Höfða á síðasta kjörtímabili sem var gríðarlega mikilvægt, alveg gríðarlega mikilvægt fyrir það starfsemi og sveitarfélagið í heild sinni. Og ég held bara þessi seint hægt að fulltakka þá vinnu sem þar fór fram. Og þá maður gerir það hér nú aftur. En bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fór aðeins ofan í það að Gylfaskýrslan, eins og hann hefur fengið nafnið Gylfaskýrslan, sem þarna skýrsla sem byggð upp á greiningu á rekstri hjúkrunarheimila, að hún væri komin út og hún væri í rauninni ekkert öðruvísi heldur en kannski aðra skýrslu sem komið hafa. Og það getur auðvitað vel verið að það sé svo. En hins vegar skýrslan nýkomin út og það auðvitað hefur ráðherra heilbrigðismála stigið fram og sagt að við séum bundin af fjárlögum á þessu ári. En við gleymum því heldur ekki að hún fer ekki með fjárveitingavald kannski ríkisins, heldur það fjármála- og efnahagsráðuneyti, þannig að en auðvitað vitum við það að það hafa komið margar skýrslur fram og allt það.
En ef ég svara fyrir mig persónulega, þá finnst mér ekki tímabært að taka ákvörðun núna hvað varðar framtíðar rekstrarform Höfða. Það byggi ég á því. Ég að tala núna. Það byggi ég á því að skýrslan nýkomin út. Við vitum ekki hvernig ríkið ætlar að bregðast við. En leið og ég segi þetta, þá hefur ríkið ekkert gríðarlega langan tíma til að bregðast við. Af því að ef ekkert verður að gert í málefnum þessara heimila, 87% heimila, hjúkrunarheimila í landinu, þá blasir bara eitt við. Og það ekki bara hér á Akranesi, heldur alls staðar landið að málaflokknum verður skilað eða þetta verður farið í einhver aðra mynd. Skýrslan nýkomin út. Ég trúi því ekki að ríkisstjórnin, þingheimur og aðrir aðilar ætli sér að láta skýrslu sem liggur með þetta gríðarlega þungum upplýsingum í liggja bara ofan í skúffu og sérstaklega þar sem það að koma kosningar. Það að koma alþingiskosningar. Ég tel að við eigum að horfa til þátta sem ég nefndi hérna áðan á þessum tímapunkti, þó ég sé ekki að taka ákvörðun hvernig Höfði verið til framtíðar, að við ættum að fara í þá leið að skoða hvernig getum fækkað dvalarrými. Og vera ekki með dvalarrými inn á Höfða þar sem við erum að fá bara greint 1/3 af því sem kostar að hafa íbúa í hverju rými. Heldur vera bara með hjúkrunarrými þó þau séu eitthvað færri. Að við fjölgum sérhæfðum dagdvalarrýmum og fáum auknar tekjur því við vissulega með einhverju móti þurfum við að hafa dagdvöl fyrir okkar íbúa. Og ég hrædd við til dæmis við það, ég bara viðurkenna það að ég hrædd við það ef við höfum ekki lengur yfir umsjón eða svona hendur á málefnum Höfða. Segjum sér til dæmis sem við skila málaflokknum. Erum við tryggð fyrir því að þjónustan verði áfram hér í heimabyggð? Eða erum við ef við erum sjálfseignarstofnun, við höfum heyrt fréttir til dæmis á Akureyri þar sem einkaaðilar að koma inn í rekstur í hjúkrunarheimila þar eða öldrunarstofnana. Það sem hefur verið ákveðin ólga sem sagt kjarasamningsbundin ákvæði starfsmanna. Mér finnst við ekki vera komin á þann stað að geta tekið þá ég ekki komin á þann stað að geta svarað af eða á, en mér finnst þetta ekki tímabært núna því að skýrslan nýkomin í hendur og við vitum ekki hvort ríkið ætlar sér að bregðast við eða ekki. Mér finnst mikilvægt að við sem sveitarfélag við höfum hendur á þessum málaflokki, við höfum eitthvað að segja hvað þjónusta hérna og hvað störf í samfélaginu okkar. En leið og ég segi þetta líka, þá ætla ég að endurtaka setningar sem ég sagði hérna áðan, að ef ekkert verður að gera og ef á bara að hunsa þetta á næstu mánuði og eitthvað fram í næsta ár án þess að gera nokkuð skapaðan hlut, þá blasir bara ákveðin vandi við bara okkur heilstætt í okkar samfélagi. Við erum að borga við ýmsar þjónustu í okkar samfélagi sem ekki lögbundin. Við greiðum til íþróttafélaga, við greiðum til ýmissa verkefna sem við þurfum ekki að greiða. Við erum ekki að greiða við rekstur í Höfða. Auðvitað hefur þetta vissulega áhrif á okkar samstæðu rekstur og dregur samstæðuna niður. En við erum ekki að setja fjármuni inn í þetta eins og Þannig að ég er að hugsa hérna upphátt og bara taka þátt í samtalinu stöðuna. En ég ekki viss að allavega hausinn á mig sé komin á þeim tímamótum að ég geti tekið það ákvörðun hvar ég vil vera. En mér finnst þetta ekki tímamót eins og Ég vil sjá hvað kemur út þessu. Ég vil hafa stjórn á því hvað þjónustu við veitum.
fyrir heimilið. Ég vil líka vita, áður við göngum lengra, hvernig við ætlum að fara með það þjónustu sem sem millibilsþjónusta. Það hvernig við ætlum að geta þjónusta með okkar góðu þjónustu, fólk sem vill búa heima. Getur ekki lengur búið í kannski stóru húsunum sínum, þarf að flytja í minni íbúðir, einhvers konar þjónustu íbúðir, og ég sé fyrir mér ákveðna framtíðarsýn í því. Og eins og ég nefndi hérna fyrir ræðu minni hér í dag að þá ákváðum við á síðasta bæjarráðsfundi að félag bæjarstjóra það að skoða og greina hvernig önnur sveitarfélög að nálgast þessa þjónustu. Að ekki vera að finna hjólið upp aftur í þessum málaflokki, heldur sjá hvað hlutirnir eru gerðir vel. Sjá hvernig við getum nálgast þetta. Þannig að við að hugsa upphátt þessa spurningu, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og aðrir bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem var svo elskulegur að lána með gleraugu sín hérna áðan, þannig ég sæi hvað ég væri búin að skrifa hér með blað þar. Þá kemur hann inn á það að tekjurnar okkar séu lægri gjöld en okkar, það rétt. Og hann talar að launagjöld hafi farið hækkandi á milli ára og eins og það rétt en megum ekki gleyma því að meðal annars á síðasta ári voru gríðarlegar fjárhæðir vegna samþykktar kjarasamninga sem hafði áhrif á bæjarstjórn. Einnig var farið í vinnumarkaðsaðgerðir og samþykkt fjármagn með þeim en eins og margir bæjarfulltrúar hafa nefnt hér í dag að þá KPMG í vinnu fyrir okkur og eins og ég sagði fyrir ræðu minni áðan að þá greiningin komið vel á veg og verður unnið með embættismönnum og funda með þeim hér á Akraneskaupstað næstu vikur og eftir 2-3 vikur eigum við að fara að sjá fyrstu spil inn í bæjarráði og geta þá brugðist við því sem þar hvort ég vilja láta kafa dýpra í eitthvað eða annars stig. Við erum að ræða fyrsta áfanga í þessari vegferð sem KPMG með okkur í. Varnarsigur veltir bæjarfulltrúi Einar Brandsson upp eða sóknartap. Ég set sér varnarsigur og við megum vera stolt af þessum sigri. Við sérstaklega vegna þess að við erum bara á þeirri vegferð að hér eins og ég nefndi í ræðu minni hér áðan, að það heilmikil uppbygging og mikið að gerast í Flóahverfi varðandi uppbyggingu til að sækja fyrirtæki, skapa atvinnutækifæri. Það breiðin með öllum þeim verkefnum sem þar að verða til og þeirri svona nýsköpun og hugmyndasmíð og tankahríð sem að þar og ég hef fulla trú á því að það verði skil okkur. Við þurfum vissulega eins og bæjarfulltrúar hafa nefnt hér í ræðum sínum að standa vörð áfram eins og við höfum gert þau fyrirtæki sem að hagsmunir okkar og hagsmunir okkar íbúa, hagsmunir samfélagsins, félagslíf sem vissulega stóriðjan okkur undanfanga, fyrirtæki sem að þjónusta þá stóriðju og samfélagi í heild sinni. Og þannig að við þurfum bara að halda áfram og það mikið í gangi hjá okkur. Og það vissulega mikið, það hellingur af verkefni sem eru bara í gangi, þar sem við erum að sækja fram, hugsa út fyrir kassa og gera ég til flest allt sem í okkar valdi stendur til að reyna að fá fleiri fyrirtæki og fjölga ekkjónum í hverfinu. Málefni fatlaðra, við bara höfum verið að ræða það hér að þetta auðvitað gríðarlegur kostnaður til 609 milljónir. Við eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á þá eru við að sinna hér og taka kostnað á okkur hvað varðar heilbrigðismál í rauninni sem að sveitarfélögum kannski ekki skylt að sinna en þetta staðan á meðan kannski ekki búið að skilgreina nógu vel. Svæðin
gráu svæði mjög stór ennþá hvað þetta varðar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson veltir upp fyrir sér auknum kostnaði barnavernd, félagsþjónustu held ég hafi skrifað. Og þar stigum við í bæjarstjórn skýr niður í fjárhagsáætlanagerð bæjarins það að við vildum ráðast í þá vegferð að leggja áherslu á snemmtækan stuðning, að leggja áherslu á að afnema hindranir í kerfinu, að börn og fjölskyldur hafi aðgang að þjónustu, það verði aukið samtal milli þjónustukerfa og þjónustukerfa sem taka til heilbrigðiskerfis og félagsþjónustu stofnana í okkar samfélagi til að við grípum börn og fjölskyldur miklu fyrr áður en það verður að flóknari málum sem að eru þyngri, flóknari, dýrari og hafa bara gríðarlega kostnað inn í kerfið okkar seinna meir og ég bara gríðarlega ánægð með það að nú búið að ráða inn aðila til þess að vinna að þessum málum hér fyrir okkur í Akraneskaupstað og auðvitað tekur það tíma að ná niður því að við sjáum árangur af þessum aðgerðum en ég er þess fullviss það að við sjáum fljótlega árangur, þar sem við grípum lítil börn, við hættum kannski að einblína of mikið á barninu, getum einblínt á foreldrana sem kannski vandinn er meiri heldur en kannski hjá barninu sjálfu, við grípum fjölskylduna og hjálpum þannig fjölskyldum og börnum í alltaf betra lífi en leið lækkum kostnað samfélagsins á þessum málum til framtíðar. Þannig ég full að trúa þessum. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, hún fer kannski svolítið að svipuðum stað og bæjarfulltrúi Einar Brandsson og ég tek bara undir það sem við höfum rætt mikið hér að gjöldin okkar að vaxa umfram tekjur en við endur bara sem ég sagði áðan, við erum að hugsa leiðir, við erum að vinna að hlutum til að auka okkar tekjur, markasetning til dæmis sem var kynnt í bæjarráði á ekki fyrir löngu síðan hugmyndir af henni, svona gríðarlega spennandi sem ég held að geti verið alls konar tækifæri fyrir okkur hér á Skaganum að það sem við erum að tala inn í ákveðin hóp fyrirtækja, ákveðin hóp íbúa. Þannig ég held að það geti skilað okkur miklu og já, ég held þessi búin að tala í byrjun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Selva Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Já. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og það sem á hlýða. Við ræðum uppgjör síðasta árs og svona ýmis málefni út frá því. Ég ætla bara að byrja að þakka formanni bæjarráðs fyrir góða yfirferð á þessum fundi sem síðasta og bæjarstjóra á síðasta fundi og öðrum fín innlegg. Ég ætlum bara að byrja að óska okkur til hamingju með sigurinn, hvort sem það varnar sigur í þessari fjárhagsáætlun. Við erum ekki að fá sveitarfélögum sem við erum að ekki skila tapi á síðasta ári sem hlýtur að teljast sem sigur. Þannig ég ætla bara að vera það. Þrátt fyrir að það séu svona ýmis mál sem við þurfum að fara betur yfir og vonandi fáum við niðurstöðu í því í komandi greiningu. Ég ætla bara þakka líka fram á þessu starfsfólki fyrir ádeild í rekstri. Ég langar aðeins að fara í ræðu Einars bæjarfulltrúa Einars Brandssonar varðandi málum fatlaðra, hans athugasemdir þeim málum. Góð þjónusta í málaflokki fatlaðra er bæjum til framtakar. Það náttúrulega einn af seglum fyrir fólk sem
fyrir góða útsvarsgreiðendur, eins og aðstandendur fatlaðra og jafnvel fatlaðir og margir fatlaðir sjálfur eru góðir útsvarsgreiðendur. Eins og við hefur verið rætt það sem að orðið góðir útsvarsgreiðendur svona kalda kveðjur til þeirra sem hafa mestu tekjur á fjármagni sem borga ekki útsvar til sveitarfélagsins heldur hafa tekjur af fjármagns og af fjármagni og þar af leiðandi borga bara skatti sem til ríkisins. En ég held að eitt af því sem við ættum að hugsa í stækkun og kökunni sé að sækja eitthvað af þeim fjármunum inn í rekstur sveitarfélaga. En það alveg rétt að ríkið borgar ekki rétt með og það ánægjulegt að heyra það að bæði Einar Brandsson hefur lagst á sína ráðherra án árangurs reyndar. En það það hugsanlegt að það þurfi að skipta ráðherra og jafnvel flokki í ráðuneytum. Þannig það hugsanlega eitthvað sem við ætlum að pæla í sko. Offþjónusta í málefnum fatlaðra. Ég hef smá kannski sterkar skoðanir á því orðið offþjónusta. Við nota orðið offþjónusta í málefnum fatlaðra erum við náttúrulega að tala niður margt í málefnum fatlaðra. Við erum náttúrulega tækið til þess að meta þjónustuþörf sem SÍSMAT sem framkvæmd af sérfræðingum í málefnum. Bæði sérfræðingar á vegum ríkisins og síðan eru sérfræðingar, okkar sérfræðingar sem eru fagfólk í málefnum sem taka ákvarðanir út frá SÍSMATi þjónustu og ef við erum að tala það að þessi aðilar séu að leggja til offþjónustu í málefnum fatlaðra og einstaklinga, þá erum við náttúrulega að tala svolítið niður til þessara fagmanna. Fyrir utan það að þá held ég að enginn sem nýtir þjónustu vegna fötlunar kæri sig offþjónustu. Ég held að ef við hugsum að það vill enginn fatlaður, ég hef ekki svo mikið fullyrt við alla fatlaða eða engan fatlaða, en ég ímyndi mér það að það vilja enginn hafa yfir sér óþarfan starfsmann á launum eða gera ekki neitt. Ef við erum að tala um offþjónustu, eins og ég var á þetta. Við erum náttúrulega fatlað fólk á rétt á þjónustu samkvæmt lögum sem við erum aðilar að. Þannig við getum ekki einhvern veginn sagt að við ætlum ekki að veita þessa þjónustu því hún ekki veitt annars staðar eða takmarka einhverju þjónustu og önnur sveitarfélög á í einhvern spíral niður á botninn í nokkri þjónustu í málefnum. Það bara hlutur sem að ég mun ekki taka þátt í. Og við ættum ekki að tala svoleiðis. Við erum aðilega samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og markmið þess samnings að stuðla því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra. Þannig að við verðum að hafa þessi atriði að leiðarljósi. Varðandi bara tala út frá Höfða, ég bara sammála því sem formaður bæjarráðs Arnaldur sagði þessi skýrsla málefni Höfða tiltölulega nýkomin málefni hjúkrunarheimila, Gylfaskýrslan, tiltölulega nýkomin fram. Ég held að hljóta verða eitthvað viðbrögð við henni og ég ætla bara að bíða og sjá hver þau verða. Ef þau verða engin eða þá að það verður skipt fólk í næstu kosningu sem stýrir landinu, þá held ég að biðin skapa okkur ekki það mikla
fjármálabyrði að það verði óyfirstíganlegt. Varðandi hérna, því nú talaði sko að skipulagsmál sé að tefja fyrir okkur í afgreiðslu lóða. Þá finnst mér alltaf dálítið sko, ég ætla ekki að segja skammsýni, en við erum samt kannski að hugsa með því að nota það skipulag sem var fyrir hendi, þá erum við náttúrulega sem sagt nota minna svæði, fá færri lóðir og þar af leiðandi færri góða húsaskrifandur. En með því að hingra í þennan tíma sem við höfum gert og stækka skipulagið, fá fleiri lóðir, fleiri íbúðir, þá erum við væntanlega að fjölga góðum húsaskriðendum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hættur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Við erum að hugsa að grípa orðið áður en ég geta laust að nýju og tala bara hérna úr stóli forseta. Þó að ég tali kannski pínlítið pólitískt, sleppur það ekki alveg. En bara örlítið til að leggja inn í umræðuna þá spurði bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson dag og beindi orðu sínum hér til bæjarfulltrúa meirihlutans og kannski sérstaklega til formanns bæjarráðs hvort að við ætlum að horfa til þeirra vinnu sem að unnin hefur verið og taka skref til að breyta rekstrarformi Höfða. Mátti svona skilja að bæjarfulltrúinn hefði ekkert sérstaklega mikla trú á því að nýútkomin skýrsla, Gylfaskýrslan svokallaða, muni breyta neinu. Hún bendi bara á það sem blasir við og það sem að við hjá sveitarfélögunum höfum bent á í mörg ár. Hún gerir það þó. Hún staðfestir einmitt það sem að þessi sveitarfélög hafa verið að benda á í mörg ár. Og því ber að fagna. Ég viðurkenni það að ég hef verið tilbúin til að taka þetta samtal og skoða þessi mál sérstaklega af einni ástæðu sem einmitt kannski það sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á í sínu máli vegna þess að ég hef ekki áhuga á því að þessi rekstur verði bæjarfélaginu byrði. Ég hef hins vegar engan áhuga á því sem slíku að endilega að breyta rekstrarformi Höfða til þess að breyta rekstrarformi Höfða. Ég segi það að draumastaðan mín væri sú að við getum haldið áfram að reka Höfða sem B-hlutafélag undir bæjarsjóði en gætum rekið hann þannig að reksturinn bæri sig og bæri sig helst vel. Það væri draumastaðan. Niðurstaðan í Gylfaskýrslunni gefur svona ákveðna von að menn vakni til vitundar stöðu mála og einhverja leiðréttinga verði, vonandi. Ég hef að minnsta kosti þá trú á fjármálaráðherra að hann leiði þetta ekki bara hjá sér. Varðandi það sem að hér hafa nokkrir bæjarfulltrúar komið inn á sem málaflokkur fatlaðra og bæjarfulltrúi Einar Brandsson benti réttilega á það að tapið milli áranna 19 og 20 eykst 97 milljónir.
mér finnst ástæða til að halda því til haga að þessar 97 milljónir eru samansettar af því að útgjöldin aukast 45 en tekjurnar lækka 52. Það er hérna vegna þess að þarna fannst matarhóla til þess að spara í útgjöldum ríkissjóðs. Í því að skera niður jöfnunarsjóð. Mér langar líka bara að bæta inn í þessa umræðu að það er augljóst að það ekki bara Akraneskaupstaður sem að greiða háar fjárhæðir með þjónustu við fatlaða. Það eru mörg sveitarfélög að gera það. Og það auðvitað óþolandi að sveitarfélög skuli í fyrsta lagi þurfa að gera þetta. Skuli þurfa að nýta tekjur frá útsvarsgreiðendum til þess að greiða með þessari þjónustu sem á ekki að þurfa. Og það er líka algjörlega óþolandi að hluti útsvarsgreiðenda á landinu taki ekki þátt í þessum kostnaði. Það er að segja að það er ekkert öll sveitarfélög að veita þessa þjónustu. Og þeir sem að búa í þeim sveitarfélögum og þurfa á þjónustuna að halda, þeir flytja í þau sveitarfélög þar sem að þjónustun er að finna. Þannig að þetta er að mínum mati staða sem að er óásættanleg og við verðum að hafa okkur öll við að vekja athygli á. Og satt best að segja þá hef ég meiri áhyggjur af rekstri þjónustu við fatlaða heldur en rekstri Höfða. Þó að rekstur Höfða sé vissulega áhyggjuefni að þá er málaflokkur fatlaðra hreinlega af þeirri stærðargráðu að það alveg öskrar á mann upp úr ársreikningnum. En ég hef lokið máli mínu og orðið er laust að nýju. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er fullur aðra sem áhlýða. Ég ætlum sem ekkert að bæta miklu hér við. Ég tek bara undir orð formanns bæjarráðs, Elsunar Árnadóttur og bæjarfulltrúa Kristi Hallsvinssonar og bæjarfulltrúans Valgarðs Lyngdals Jónssonar. Og þakka líka bara fyrir mjög góðar ábendingar sem hafa komið inn á öðrum bæjarfulltrúum. Það er búið að vera góð og gagnleg umræða. Það sem ég langar kannski spyrja út í hjó eftir hér í ræðu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar áðan, þar sem hann kom inn á að við hefum misst héðan fyrirtæki vegna úrræðaleysis faxaflóðafna. Og vegna þess að faxaflóðafnir hefðu ekki brugðist við í aðstöðu. Er það rétt skil hjá mér að þessi skoðun bæjarfulltrúans að til dæmis HB Grandi hafi farið vegna þess að faxaflóðafnir hafi ekki brugðist við í aðstöðu og uppbyggingu í höfninu? Eða hvaða fyrirtæki voru þetta þá sem fóru vegna þess að faxaflóðafnir voru ekki að standa sig í stykkinu? Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust að nýju. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég ætla aðeins að byrja hérna og koma inn á orð bæjarfulltrúans Kristins Hallsvinssonar að ég vona að ég sé aðeins að misskilja hann því að ég ætla að vona að hann haldi ekki að ég sé að
þeirra skoðunar að við séum að ofþjónusta okkar skjólstæðinga. Það er af og frá. En þetta er spurning sem að fær þegar að umræðan kostnað í málaflokknum. Ég sagði hér í ræðu minni að við hefðum gott starfsfólk í málaflokknum. Við höfum faglegt starfsfólk í málaflokknum og ég þeirrar skoðunar að við erum að gera vel og við eigum að gera vel og við eigum að vera bæjarfélag þar sem að við sinnum öllum okkar bæjarbúum og sérstaklega þeim sem kannski hafa við fötlun að stríða eða einhver önnur vandamál, þá eigum við að greiða úr þeim. Og við höfum gert það og gerum vel. En punkturinn hjá mér í umræðinu málaflokk fatlaðra sá að við höfum og fáum ekki þær tekjur sem okkur ber frá ríkinu til þess að sinna málaflokknum. Þess vegna erum við í þeim mínus sem við erum og við allavega berum þann mínus af því að við viljum veita góða þjónustu og veitum góða þjónustu. En við þurfum að sækja réttláta tekjuskiptingu frá ríkinu. Hvað varðar, ég held að Bæjarfélagið Kristinn Hallur Sveinsson hafi líka aðeins misskilið. Ég hef ekki, og ég ætla að taka það fram hér, ég hef ekki rætt ráðherra Sjálfstæðisflokksins eða aðra þingmenn held ég í Sjálfstæðisflokknum þennan málaflokk sérstaklega, getur verið. En ég hef allavega ekki gert það nýlega. Ég nefndi ráðherrana í sambandi við þau fyrirtæki sem að ég hef áhyggjur af inn á Grundartanga og ég vona að Bæjarfélagið Kristinn Hallur Sveinsson hafi átt samræður við sína þingmenn þær áhyggjur sem að við höfum af þeim fyrirtækjum. Eini ráðherrann sem ég veit til að hefur verið rætt hér málefni og fatlaðra og mikilvæg mál sem snéru að Akurnesingum var fundur með Ásmundi Einari Daðasyni ráðherra sem að meirihlutinn sat. Hvað varðar spurningu frá bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundsyni með Faxaflóahafnir, þá hef ég talað fyrir því og ég vil meina það að það framkvæmdaleysi sem að Faxaflóahafnir hafa sýnt hér á Akranesi ein af orsökum þess að meðal annars H.B. Grandi, sem heitir nú Brim, farinn og að fara úr sveitarfélaginu. Faxaflóahafnir hafa ekki staðið sig í því að byggja upp aðstöðu við Akraneshöfn eins og þeim ber í þeirri uppbyggingu sem að þarf til þess að höfnin hér standi undir nafni sem fiskihöfn. Það hefur verið í umræðunni að gera uppfyllingu
við höfnina til þess að skapa aðstæður fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi til þess að byggja upp. En staðan hefur alltaf verið sú að Faxaflóahafnir hafa neitað og ekki vilja fara í framkvæmdina nema sér til staðar einhver öruggur kaupandi af lóðinni eða leigjandi sem borgar þá að hluta til þá uppfyllingu sem að þarf að fara í. Ég vil meina það að Faxaflóahöfnum í rauninni beri að fara í þessu uppfyllingu til að skapa þessu aðstöðu. Ef aðstæðan ekki fyrir hendi, þá fara fyrirtækin og það kom engin önnur í staðinn. Þetta eru bara staðreyndir. Og ég ætla að vona að okkar menn í Faxaflóahöfnum beri þennan boðskapinn í stjórn Faxaflóahafna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Hefur svo ekki. Forseti ágætu bæjarfulltrúar þeir sem okkur hlýða. Ég vil kannski bara fyrst í upphafi að þakka fyrir þessa góðu umræður sem eru búin að vera í gangi. Það er alltaf gott að ræða málin. En ég ætla að svara á honum bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni núna, varðandi Höfða og bara taka undir með bæjarfulltrúa Elsu Láru, bæjarfulltrúa Kristnihatti og Ragnari, varðandi það sem þau hafa sagt hér, en það sem kannski mér, ef ég tala út frá sjálfur mér, þá finnst mér það sem snýr að fjármálahliðinni vera bara mikið áhyggjuefni. Ég tek bara mikið undir það og það er eitthvað sem við þurfum bara alveg að vera vakandi fyrir. En að sama skapi finnst mér þetta líka vera samfélagslegt mál og það er samfélagslega mikilvægt fyrir okkur að dvalarheimili sé hérna og sé hérna á Akranesi. Þjónustan verði ekki skert, eins og til dæmis dagþjónustan, að hún verði áfram í gangi og við þurfum bara að tryggja svo sé. Það er náttúrulega bara þannig, svo hefur líka verið rætt að sveitarfélög að skila rekstrinum og persónulega finnst mér mikilvægt að sjá hvernig það er að koma út hjá þeim. Gefa því smá tíma, sjá hvort að þjónusta minnki, hvort að þeir sem þurfa þjónustunni halda séu ánægðir að fá það sem þeir þurfa á að halda líka. Mér finnst bara ekkert ásættanlegt samt sem að bæjarfélagið sitji upp með að þurfa að greiða svona auka reikning. En ég bara bind vonir við ríkisstjórnina að hún taki Gylfaskýrsluna bara alvarlega til skoðunar og bæti sveitarfélögum þetta upp svo þau geti staðið undir rekstri dvalarheimilanna. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Herra forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka bara fyrir þessu umræðu sem búið að vera málefnilegt og athyglisvert og ég er ánægður að sjá og heyra að meirihlutinn hefur hugsað þetta mál og myndað sér skoðun í þessu máli og mér heyrist að svona með einfaldri samantekt að það sé ekki vilji hjá meirihlutanum til þess að gera neinar breytingar á rekstrarfyrirkomulagi Höfða og það er þá auðvitað verkefni fyrir okkur í minnihlutanum að vinna með og sjá hvort að við getum ekki mögulega snúið þeirri skoðun hjá meirihlutanum. Mig langar að nefna nokkur atriði sem komið fram í umræðinni og vil gjarnan ávarpa frekar. Þá kemur aðeins á óvart að meirihlutinn skuli líta á Gylfaskýrsluna sem eitthvað nýtt innlegg í málinu. Vegna þess að Gylfaskýrslan er auðvitað ekkert annað heldur en spurningalisti sem sendur var á öll hjúkrunarheimili á landi, eða flest hjúkrunarheimili landsins.
með óskum upplýsingar rekstur þessara félaga. Og í tengslum við til dæmis þá vinnu sem unnin var hér á Akraneskaupstaði, í tengslum við lífeyrisskuldbindingar, þá var einmitt rekstur hjúkrunarheimila mjög margra á Íslandi skoðað og við eigum þessar upplýsingar til. Og þær hafa hræst með okkur bæjarfulltrúum allavega frá síðasta kjörtímabili. Þannig að þekkingi hér inni bara ansi góð og Gylfaskýrslan bætir engu við þá vitneskju. Hér eru aðilar inni sem hafa trú á Alþingi. Að Alþingi muni mögulega geta breytt þessum gjörningi og Alþingi muni vakna núna þegar Gylfaskýrslan kemur út og breiða faðminn og bjóða fram fjármuni. Þetta sami hópur og hefur núna samþykkt 0,5% aðhaldskröfu á þessi hjúkrunarheimili sem hafa endurskræmt að minnstakosti 2 síðustu fjárlaga. Þannig að ég hóflega bjartsýnn á það að það muni skila árangri, en auðvitað það þannig á kosningaári ýmislegt mögulegt í loforð, en það á eftir að efna það. Svo það sé sem. Formaður bæjarráðs nefndi einnig að það væri áhyggjur uppi til dæmis kjarasamninga. Og ég tek auðvitað undir með formaður bæjarráðs með það. Ríkið hefur einmitt vísað í það að samningar sveitarfélaga við starfsmenn hjúkrunarheimila séu umtalsvert betri en þeir samningar sem ríkið hefur að gera. Þannig að það allavega ljóst að ríkið telur að við séum að bjóða á vel eða gera á vel við starfsfólkið og það kann þá að vera okkar verk að sannfæra ríkið að svo sé ekki og réttar að sé að greiða samkvæmt takstum sveitarfélaga. Ég velti fyrir mér vegna þeirra orða sem féllu að rekstur hjúkrunarheimila væri sjálfsög ekki baggi á sveitarfélagi. Og það auðvitað kannski rétt að 40 milljónir eru ekki fjármunir sem munu ríða baggamönnum í rekstri hjá Akraneskaupstað. En hvað má þessi fjárhæð verða? Til þess að við álítum hann að vera bagga. Mega það vera 150 milljónir eins og vorum að greiða á síðasta kjörtímabili með rekstri höfða. Eða þarf það að vera hærri tala, þarf það að vera yfir 200 milljónir eins og hallinn núna á málaflokki fatlaðs fólks. Eða hvaða tölu erum að tala? Varðandi dvalarrými, þá það þannig að dvalarrými að fækka. Kannski ekki síst vegna þess að í dvalarrými í dag að veljast fólk sem ætti í rauninni að hafa hjúkrun. Þannig að það eru í sjálfu sér ekki dvalarrými sjúklingar sem eru í þessum rými. Það eru sjúklingar sem kosta mun meira, heimilin mun meira, heldur en framlag ríkisins er. Og það mun ekki breytast. Ég hjó líka eftir því að hér var nefnt að við vildum kanna hvað önnur sveitarfélög hafa verið að gera. Málum aldraða. Og það sé rétt að bíða. Það engin vinna í þessum málum. Hún ekki til. Ég get bara sagt ykkur strax. Ef þið farið á vef heilbrigðisráðuneytisins núna, þá getið þið skoðað hvað Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, að gera núna. Hún að skipa aðila til þess að hugsa þetta mál til næstu 10 ára. Og það gert ráð fyrir því inn í næstu heilbrigðisráðherra. Nú það vinna. Þannig við getum alveg verið í fararbroddi. Við getum tekið eigin ákvarðanir hér hvernig við viljum búa okkar fólki. Og við þurfum ekki að lesa ríkisins í þeim efnum. Við höfum áður verið á undan ríkinu og til dæmis í málefnum aldraðra. Það höfum við gert á. Og við höfum ekki verið feimið að gera það. Við erum í kjörstöðu núna til þess að gera breytingar
á rekstri. Af því að við erum í sjálfsög komin á þann stað að við höfum enga tapa í þeim efnum. Hér nefna bæjarfulltrúar að mögulega muni missa þessa þjónustu bænum. Hvert sjá menn þá fyrir sér að þessi þjónusta fari? Annað á Vesturlandi. Í dag erum við ekki með neinn vilyrði fyrir því að í þessi rými hér veljist Akurnesingar. Það er engin slíki skilmálar þetta. Það er bara sá sem að fær matið, hann á rétti. Þannig að við höfum sjálfsög enga forgang. Og það er hér ágætis bygging sem að mun geta þjóna þessu hlutverki ókomna framtíð með þetta eðlilegu viðhaldi. Og viðhaldi sem hefur verið frestað vegna fjárskorts. En hér er þó allavega til heimili. Þannig að það er ekki byggja ný. Þannig að við eigum ekki til nokkru kringumstæðar. Og ég vil bara leyfa mér að segja að þessi pínulítið hræðstofna halda því fram að hjúkrunarstarfsemi hér muni fara annað. Það mun ekki gerast. Ég sé fyrir mér að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og Akranesi muni koma fram með tillögu á einhverjum næstu bæjarstjórnarfunda hvernig við getum mögulega breytt þeirri stöðu sem uppi er núna. Það verði skoðað ofan í kjölinn að horfa til annarra rekstrarforma. Þeirri tillögu mun fylgja greinargerð og þeirri tillögu mun fylgja einhver liti framtíðarsýn það hvernig við viljum sjá málefnum aldraðra fyrirkomið á Akranesi. Alveg frá því að við ákveðum að gefa fólki tækifæri til þess að búa lengur heima heldur en í dag og að hjúkrunarheimili verði í raun eins konar lífsloka meðferð sem er þá sjúkrahúsins. Öðru leyti geti fólk búið heima því að við gerum ráð fyrir því að þær byggingar sem við ætlum að hýsa fólk sem er með skerta færni. Við tekjum bara dæmi hérna eins og á Dalbrauti, þar sem við erum í raun að reisa þjónustumiðstöð fyrir aldraða og erum að gera ráð fyrir því að þarna geti búið fólk með verulega skerta færni sem fær þjónustu. Það er framtíðarsýn sem ég hugnast og ég held að við höfum öll að reyna að stefna. Það er allavega staða sem ég myndi vilja eldast á. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust ásaninga. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Við ræðum ársreikning Akraneskaupstaðar. Umræða sem er búin að standa í rúma 2 tíma og ég vil leyfa mér að segja mjög góð umræða og ég vil byrja á því að þakka kollegum mínum í Sjálfstæðisflokknum fyrir frábær innlegg, djúpar, málefnalegar og góðar umræður og góðar fyrirspurnir og sem hefur fengið svona ágætu svör við og boltinn rúllar þá áfram. Mig langar að byrja kannski á að segja að ég mun ekki standa hér og þylja þær tölur og þær staðreyndir og ársreikningu sem ég gerði á síðasta fundi, svo umræða er búin. Mig langar að ræða örfá atriði, lofa því að það verður samt örugglega ekki í stuttu máli og mun svo enda hér á að lesa bókun frá Sjálfstæðisflokksins. Við byrjum á heitu kartöflunni sem er búið að ræða töluvert hér í dag sem er málefni fatlaðs fólks. Þá langar mig eiginlega að gera það af tillögu minni hér á þessum fundi að við sem bæjarstjórn felum bæjarráði að kalla eftir fundi með barnamálaráðherra og
fara yfir þessi mál sem að við erum búin að ræða hér í dag og við sem sitjum í bæjarráði við þessi mál sem eru á þessu gráu svæði. Ég veit að sveitarfélög eru að taka samtal við barnamálaráðherra þetta og Reykjavíkurborg núna bara líklega í síðustu viku. Það ekkert hægt að fela sig á bak við það að það sé að koma kosningar og þetta verði ekki rætt. Það ég mun allavega ekki líða á. Það bara þannig. Ég segi það sem ég segi yfirleitt í bæjarráði og ég sé það vinkona mín Elsa Lára Arnardóttir formaður bæjarráðs og hún brosir til mín. Mælirinn bara fullur. Það bara svoleiðis. Og við verðum bara að fá svör. Það ekki hægt að ætlast til þess að sveitarfélög sinni heilbrigðismál. Ég segi bara nú stígu niður fæti og ég bara vona það að við sem bæjarstjórn, ég veit ekki hvort að forseti beri þetta bara hér upp, sem tillögu mína að við felum bæjarráði að eiga fund með barnamálaráðherra og þá síðar heilbrigðisráðherra. Ég segi heitu kartöfluna af því að mér fannst bæjarfulltrúi Einar Hansson fara mjög varlega í sinni ræðu þennan málaflokk og það vill enginn vera úthrópaður. Sá aðili sem einhvern veginn að tala niður málaflokkin eins og formaður velferðar- og mannréttindaráðs vék svolítið áðan að tala niður til málaflokksins eða fólks með fötlun eða hvað og síður að tala niður til starfsmanna. Ég held að sem sinna þessu málaflokki, ég held að enginn okkar sé hér, að við vitum það að þetta erfiður málaflokkur og við vitum það að þessu eru allir að gera sitt besta við erfiðar aðstæður. Og þrýstingurinn á starfsmenn örugglega gríðarlegur og að þjónusta skjólstæðinguna okkar betur en við erum að gera. Ég ætla ekki að taka þátt í umræðunum eitthvað sem heitir ofþjónusta ef að það til. Þetta eins og formaður velferðar- og mannréttindaráðs nefndi sjálfur hér áðan, þetta ákveðið sísmat og svo kemur ákveðið framlag frá jöfnunarsjóði. Það getur verið skert og það getur verið alls konar og við getum setið uppi með í rauninni skell, eitthvað skell sem við lögum ekki af stað með. En það samt alltaf okkar að bæta í þjónustuna og staldra við að hugsa, getum við mætt þessu með öðrum hætti. Það eitthvað sem við ættum alltaf að spyrja þegar við erum að koma inn til dæmis með viðauka. Alltaf. Ég heyri það líka að menn eru hafa trú á ríkinu og menn tala ráðherra og skiptum í ríkisstjórn og við erum eitt kollega okkar hér í bæjarstjórn sem ætlar að bjóða sig fram fyrir hönd Samfylkingarinnar og ég bara vona því að hann á í kjöri af því að þá munum við banka duglega öxlina á honum hvort sem að sé minni eða meirihluta. Það bara þannig. Við viljum eiga skagamann og þingi. Og því til viðbótar þá held ég að við gætum horft til framtíðar heilbrigðisráðherra sem var hér að tala hér undan mér. Bæjarfulltrúi Ólafur Alvarsson, hann í góðri því hlutverki. Og held ég hann skorist ekkert undan næst þegar ég sveið í honum að bjóða sig fram. En það verður kannski næst. Ég held að ég segi ekkert svona kannski frá mínu hjarta varðandi þennan málaflokk frekar en við ætlum að fá aftur í það í mínu því ég lesi upp bókunina. En ég get ekki staðið hér og rætt ekki málefni höfða og þakka ég bæjarfulltrúa Ólafur Alvarssyni að starta þessar umræðu af því að mér finnst gríðarlega mikilvægt. Og við heyrðum líka hvernig hann endaði þá orð sín þegar hann fór hér úr ræðustól að
Við fórum á stað með þessa sviðsmyndaverkefni eins og hefur nefndi og það að beina okkur sjálfstæðismanna. Hún kemur fram og henni bara stungi ofan í skúffu. Það þarf ekkert að rífast neitt um það. Henni var bara stungið ofan í skúffu og við höfum ekki átt neitt einasta samtal þannig séð framtíðina. Það átti að bíða eftir Gylfaskýrslunni. Hún komin og það hefur verið farið yfir það. Það ekkert nýtt undir sólinni þar. Staðreyndir sem við vissum öll, allavega þau sem hafa sett sig eitthvað aðeins inn í málaflokkinn. Svo átti að taka samtalið. Nú á að bíða eftir því hvernig þetta reynist og hvernig málaflokknum mun líða eftir skýrsluna. Mér finnst það bara gjörsamlega óásættanlegt og mér finnst bara að við séum einhvern veginn að teygja þennan lopa út í hið óendanlega og hver svíður fyrir það? Á endanum það við. Við erum að skila hallarekstri á Höfða við mjög erfiðar aðstæður á COVID-tíma. Og ég held að tapið geta verið miklu hærra ef við höfum til dæmis farið í einhverjar smáæðis viðhaldsvinnu. Það var allt á haka. Þetta var bara allt við tönn. Þannig að ég get illa sætt mig við þessar umræður sem formaður Bæjarráðs startaði hér pínu hræðslu áráður. Ég trúi því ekki að það verið bara skellt í lás og Höfða og nánast fólki hent út eða ekki gefið að borða, skiljið. Þetta var einhvern veginn svolítið tilfinningaþrungið. Og ég vona að enginn sé að fara að koma hér upp og endurtaka það að ég væri að vísa í að þetta yrði framtíðin. Þetta var svona upplifunin. Auðvitað getum við horft til annarra sveitarfélaga eins og Akureyrar og einhverja fleiri sem eru í þessum sporum. En ég held bara að við þurfum að spyrja okkur hvort kemur undan ekki eða hægna. Hverju ætlum við að breyta fyrst? Eða ætlum við bara ekkert að breyta neinu? En þetta greinilega mjög pólitískt mál og ég heyri það að meirihlutinn er samstíga í þessu og ég vona samt sem áður að við getum átt eitthvað samtal þetta áður en við bæjarfulltrúar og Sjálfstæðisflokksins komum fram með okkar tillögur. Ég held að ég ætla svo sem ekkert að hafa kannski þetta mikið lengra. Og mun bara hér lesa bókun Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins undir þessum lið. Hún hefur verið send til ritara fundarins og skast hún að hún verið færð til bókar. Hún hljóðar svo með leyfi forseta. Bókun Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við seinni umræðu ársreikning Akraneskaupstaðar í bæjarstjórn Akranes. Ánægjulegt að Akraneskaupstaður skilar á rekstrarárinu 2020 133 milljónum króna afgangi á samstæðureikningi bæjarins. En það áhyggjuefni að jákvæð rekstrarniðurstaða tilkomin vegna fjármagnsliða og einskiptistekna sem ekki hægt að reiða sig á til framtíðar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa varað við þeirri þróun í rekstri Akraneskaupstaðar á undanförnum árum að útgjöld vaxa hraðar en tekjur. Í aðdraganda fjárhagsáætlana 2021 lögðu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram tillögu í bæjarstjórn að farið yrði í viðamikla úttekt á rekstri og stjórnsýslu Akraneskaupstaðar. Því miður úttektin enn á byrjunarreit á heilum 5 mánuðum síðar
og mjög brýnt að hraða verkefnum svo upplýsingar nýtist við gerð fjárhagsáætlana til næstu ára. Áhyggjur Sjálfstæðisflokksins snúa meðal annars að eftirtöldum staðreyndum sem sýnilegar eru í ársreikningi Akraneskaupstaðar 2019 og enn skýrar fyrir árið 2020. Gjöld hækka langt umfram tekjur og nú svo komið að sveitarfélagið ekki sjálfbært í rekstri. Laun og launatengd gjöld hækka 500 milljónir milli ára sem á að hluta til skýringar í hækkun kjarasamninga sem og fjölgun starfa. Þessi útgjaldaliður nú orðinn 73% af tekjum bæjarsjóðs og hefur aldrei verið hærri. Þá mikilvægt að draga fram að á árinu 2017 hafa launagjöld án lífeyrisskuldbindinga hjá aðalsjóði vaxið 34% og annar rekstrakostnaður 39% á meðan íbúum hefur fjölgað 6%. Og tekjur hafa vaxið 16%. Hér hefur því skapast mikið ójafnvægi í rekstrinum. Vöxtur tekna undanfarin ár ekki í takt við útgjöld og því ljóst að áskoranir kaupstaðarins miklar nema það takist að stækka tekjustofna sveitarfélagsins með fjölgun íbúa og nýrra atvinnutækifæra. Að öðrum kosti fyrirsjáanlegur niðurskurður á þjónustu og skipulagsbreytingar sem lækka kostnað sveitarfélagsins svo tryggja megi rekstrargrundvöllinn. Útgjöld vegna málaflokks fatlaðs fólks fara umtalsvert fram úr áætlun ársins 2020. Akraneskaupstaður hefur haldið bókhald útgjöld og tekjur vegna málaflokksins frá yfirfærslu frá ríkinu árið 2011 og uppsafnað rekstrartap nú 600 milljónir króna. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins uggandi yfir stöðu málaflokksins í heild, en þessi hallarekstur eykur á fyrirsjáanleika rekstrarvanda sveitarfélagsins. Áhyggjuefni að hjúkrunar- og dvalarheimili Höfði sé rekið með tapi þrátt fyrir að bagga lífeyrisskuldbindinga hafi verið létt af starfseminni. Ljóst að fjárveitingar ríkisins duga ekki til að standa undir lögbundinni starfsemi hjúkrunarheimila og engar vísbendingar að breytingar verði þar á. Nú svo komið að sveitarfélög á Íslandi treysta sér ekki til að sinna rekstri hjúkrunarheimila og mörg hver hafa skilað hjúkrunarheimilum í rekstri til ríkisins. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka því þann vilja sinn að lokið verði við athugun á framtíðarrekstrarformi hjúkrunar- og dvalarheimilisins Höfða á kjörtímabilinu. Á tímum heimsfaraldurs áskoranir í rekstri sveitarfélaga miklar og hefur Akraneskaupstaður lagt sitt lóð á vogarskálarnar við að snúa vörn í sókn. Áhrif COVID-19 á bæjarsjóð minni en hjá sveitarfélögum sem hafa þurft að horfa upp á mikið atvinnuleysi með tilsvarandi tekjumissi. Útgjaldaaukning Akraneskaupstaðar vegna COVID-19 kom til vegna ákvarðana bæjarstjórnar að bæta í viðhalds og mæta bæjarbúum og fyrirtækjum í gjaldinnheimtu. Allt ákvarðanir sem bæjarstjórn stóð einhuga að. Það og verður ávallt hlutverk bæjarfulltrúa á Akranesi að verja rekstur og þjónustu Akraneskaupstaðar við íbúa og tryggja að Akraneskaupstaður geti sinnt þeim mikilvægu verkefnum, uppbyggingu og þjónustu sem honum ber til framtíðar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu ekki láta sitt eftir liggja í þeim efnum. Og undir þessa bókun skrifa Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hlýða. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom hér og varpaði fram nokkrum vangaveltum og spurningum hvað varðar stöðu hjúkrunarheimila og nefnir það að Gylfaskýrslan sé ekki nýtt. Auðvitað vissum við það
að heimilin okkar eru rekin með þessum halla. En skýrslan þó ákveðin svona opinber viðurkenning á því að það ekki bara við eða einhver örfá önnur heimili sem standi í sömu sporum, heldur það 87% þeirra hjúkrunarheimila sem að eru á sama stað. Þegar ég vísa til kjarasamninga og vísa til áhyggjum minna þeim, þá ég að vísa til, þá veit ég það að það starfsfólk sem til dæmis á Höfða, að það á hærri kjarasamningum eða betri kjarasamningum heldur en þeir sem ekki eru rekin að sveitarfélögunum. Og vissulega það þannig eins og til dæmis á Akureyri að nýjir starfsmenn sem komin á heimilið, þeir eru ráðnir á öðrum kjarasamningum en á meðan kjarasamningstími í gildi á þeim gildandi kjarasamningum sem núverandi starfsmenn eru á, þá gilda þeir kjarasamningar. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson segir að önnur sveitarfélög séu ekkert að gera og þannig að kannski tillagan sem við öll hér í bæjarráði samþykktum það að skoða hvað aðrir eru að gera. Ég veit ekki, en þegar ég setti þessa tillögu á dagskrá bæjarráðs, þá var ég meðal annars til dæmis að horfa austur á Höfn í Hornafirði, það sem eru þjónustuíbúðir, það sem eru samspil heimaþjónustu, heimahjúkrunar og annað slíkt. En við þurfum vissulega að líta lengra heldur að vera að gera þarna og horfa á samspil, nýta velferðartæknina og skapa okkur framtíðarsýn. Og ég viðurkenni bara hér og nú og ég hef töluverða framtíðarsýn hvað þetta varðar. Þetta millibil ástand það að fólk geti ekki búið í heima, það þurfi ákveðna þjónustu, sínum þjónustuíbúðum, það þurfi heimaþjónustu, heimahjúkrun og það geti búið í sínum íbúðum, í sínum kjarna við ákveðið öryggi. Ég gerir mig líka grein fyrir því og við erum bara að sjá hvernig þróun og hjúkrunarheimilum að tíminn, sá tími sem flestallir búa á þessum heimilum, hann sífellt að styttast. Þannig að þau nú þegar orðin endast. En við erum búin að ræða þetta fram og tilbaka og auðvitað skiptir máli að við sjáum það þá allavega á næstu misserum, næstu mánuðum, hvort eitthvað verði gert eða ekki. Og ég þarf ekki endur taka þau orð sem flutti hér í fyrri ræðum mínum þetta mál hér í dag að þetta gengur ekki svona lengi ef ekkert skal gera. Það er bara þannig að við getum ekki staðið undir því sem samfélag, en ég hef samt trú á því eitthvað verið gert. Ég bara kannski barnsleg trú eða eitthvað, ég veit það ekki, en allavega hef ég fátt. Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi talar þá tillögu sem verði borin upp hér að eiga fund með félags- og barnamálaráðherra og jafnvel síðan heilbrigðismálaráðherra til að ræða til dæmis skráusvæðing hvað varðar málaflokk fatlaðra, hvað séu heilbrigðismál, hvað málefni fatlaðra, hverju eru sveitarfélögin að sinna, hverju á ríkið að sinna. Ég tel mjög mikilvægt að inn í þessu umræðu komi líka með þessi kostnaðarhlið og það sé dregið fram þessu mikilvægt að að fjármálavald ríkisins komi að borðum að þessu, að við allavega leyfum það ekki félags- og barnamálaráðherra eða heilbrigðismálaráðherra að benda á að valdið ekki annars hvað eitthvað peningana varðar. Þannig að við séum bara að tryggja alla enda málsins hvað það varðar. Mér finnst þetta bara góð tillaga. Mér finnst þetta bara, þetta eru svakalega tölur sem hafa áhrif á okkar rekstur og bara frábært að við herjum saman á þetta og bara glöð gef ég því atkvæði mitt. En ég ætla ekki að hafa fleiri orðum þetta, en ég ætla bara að lesa hér upp með leyfi forseta bókum bæjarfulltrúa Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra vegna ársreiknings Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 og hún hljóðar svo.
Á rekstrarárinu 2020 skilar Akraneskaupstaður rúmlega 133 milljónum króna rekstrarafgangi sem um 177 milljónum króna lakari niðurstaða en upphafleg fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir en 105 milljónum betri niðurstaða en gert var ráð fyrir í áætlunum með viðaukum. Árið 2020 var afar óvenjulegt ár vegna heimsfaraldurs kórónuveirunnar og neikvæð fjárhagsleg áhrif heimsfaraldursins á rekstur Akraneskaupstaðar eru metin á 275 milljónir króna. Þessi áhrif felast meðal annars í endurgreiðslu á þjónustugjöldum vegna skerðingar á þjónustu, lækkun útsvarstekna, frestun á innheimtu fasteignagjalda og annarra tekna, auk þess sem aukning varð á útgjöldum á ýmsum sviðum eins og til dæmis í útgreiðslu húsnæðisbóta og í öðrum félagslegum stuðningi. Þegar litið til þessara staðreynda þá sá ársreikningur sem hér lagður fram mikill varnarsigur fyrir okkur sem erum í bæjarstjórn. Sérstaklega vegna þess að við vorum sammála að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir í upphafi heimsfaraldursins með það að markmiði að vernda og verja þau fyrirtæki, heimili og félagasamtök í samfélaginu okkar sem urðu fyrir eitthvað mestum skakkaföllum, þó það myndi þýða lakari rekstrarafkoma tíma. Laun og launatengd gjöld hafa hækkað 500 milljónir milli ára, sem 10% hækkun, en hins vegar kemur fram í skýringum í ársreikningi að ef litið til sömu hækkunar reiknaðar í krónum fyrir íbúa, þá hækkar þessi liður 8%. Þetta mikilvægt að rýna vel og verður skoðað þeirri fjármálagreiningu sem KPMG mun vinna að fyrir kaupstaðinn á næstu vikum. Skatttekjur í krónum fyrir íbúa lækka milli ára, en við höfum átt því að venja síðustu árin að þessi stærð hækki 3–8% frá ári til árs. Skuldir Akraneskaupstaðar lækka og einnig lífeyrisskuldbinding. Í fyrsta sinn í allmörg ár fara afborganir af lífeyrisskuldbindingum lækkandi. Þessi sterka staða okkur afskaplega mikilvæg til að halda áfram þeirri stórfelldu uppbyggingu innviða sem nú þegar í gangi hér á Akranesi. Áhyggjuefni á Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili rekið með tapi á árinu 2020. Samkvæmt greiningu rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila í landinu þá var rekstrartap hjúkrunarheimila sem rekin voru á daggjöldum 3,5 milljarðar á árinu 2017–19 og á árinu 2019 voru 87% heimilana rekin með tapi. Samkvæmt greiningunni nær þessi erfiða staða bæði til heimila sem rekin á sveitarfélögum og einnig til heimila sem rekin sem sjálfseignarstofnanir. Það því ljóst að öll hjúkrunarheimili sem fá dagggjaldagreiðslur frá ríkinu eiga við rekstrarvanda að stríða, hvert sem rekstrarform hjúkrunarheimilanna sjálfra Vandi liggur í því að daggjöldin sem ríkið skattar í reksturinn ekki tengslum við raunveruleika. Ánægjuefni þó að á dögunum kom til leiðrétting á daggjöldum til Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili sem fól í sér auknar tekjur upp á 28 milljónir króna árið 2021. En betur má duga skal. Ríkið þarf að koma enn betur að og leiðrétta hlut hjúkrunarheimila og það með engu móti ásættanlegt að bíða með þá leiðréttingu fram á næsta ár. Full ástæða einnig til að líta sérstaklega til rekstrarafkomu ársins hvað varðar málefni fatlaðra. Á árinu 2020 rekstrarniðurstaða málaflokksins neikvæð sem nemur 228 milljónum króna sem 97 milljónum krónum meira tapa en á árinu 2019. Þessi mikla niðursveifla helgast af því að á milli áranna 2019 og 2020 aukast útgjöld í þessum málaflokki 45 milljónum króna en á sama tíma minnka tekjur í málaflokknum 52 milljónir króna. Fyrst og fremst vegna niðurskurðar á framlögum frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Sú aðgerð ríkisstjórnarinnar að beita niðurskurði á jöfnunarsjóð sem einni af aðferðunum til að rétta af ríkisreksturinn hefur þannig haft bein áhrif á útgjaldaraukningar í rekstri Akraneskaupstaðar og þjónustu við fatlað fólk. Þetta áframhald af þeirri þróun sem verið hefur á rekstri málefna fatlaðra hjá Akraneskaupstað allt frá árinu 2013, en allt frá árinu 2013 hefur rekstrarhalli málaflokksins aukist ár frá ári með örfáum undantekningum. Uppsafnað rekstrartap Akraneskaupstaðar af málefnum fatlaðra frá tilfærslu frá ríkinu til sveitarfélaga árið 2011 609 milljónir króna. Þeirri upphæð hefur Akraneskaupstað varið á þessu tímabili til rekstrar málaflokki sem samkvæmt öllu ætti að vera fullu fjármagnaður af ríkissjóði. Í ljósi þessa teljum við bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar frjálsra full ástæðu til þess að gerð verði allsherjar úttekt á rekstri málefna fatlaðra
hjá sveitarfélögunum á svipaðan hátt og gert var varðandi rekstrarkostnað hjúkrunarheimila og birtist í skýrslu sem kom út í síðustu viku. Þegar á heildina er litið og þrátt fyrir erfiðleika í rekstri þeirra málaflokka sem hér hafa sérstaklega verið nefndir, þá er fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar sterk. Vegna styrkrar fjármálastjórnar höfum við komið styrkum fótum í gegnum óvenjulega tíma á meðan heimsfaraldur kórónuveira hefur gengið yfir. Við sjáum nú vonandi fram hefðbundnara árferði með hækkandi sól þó við þurfum að vera viðbúin því að áhrifa faraldursins beinna og óbeinna haldi áfram að gæta fram eftir þessu ári. Og undir þessa bókun rita bæjarfulltrúarnir Valgarður Ingvar Jónsson, Elsa Lára Arnardóttir, Bára Daðadóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og Ragnar Baldvin Sæmundsson. Forseti, ég hef lokið málinu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég langar nú bara að koma upp og ávarpa á gagnrýni sem ég fekk á mig áðan út af túlkun eða oftúlkun eða misskilningi á orðum sem féllu varðandi offþjónustu. Ekki skilja mig þannig að ég telji það að bæjarfulltrúi Einar Brandsson sé á móti þjónustu eða telji að offþjónusta sé til staðar. Ég veit það í vinnu minni í velferðar og mannréttindaráði með Einar Brandsssyni að hann er bæjarfulltrúa, að hann er réttsýnn og vandaður maður og ég hef kannski við bara eins og stuttbylgja og langbylgja þegar við tölum uppi að það bara stilla aðeins en svo náum við alltaf á sig þannig að það er bara aðeins að stilla strengina. Ég ætla bara að koma þessu framfæri að það sem ég var að tala er þessi orðræða offþjónustu úr þessu púlti er kannski ekki rétti staðurinn og ég held við ættum að vanda okkur bara að mæta henni þar sem hún á sér stað vegna þess að orðræða úr og orðin sem við segjum hér þau hafa áhrif út í samfélagið. Það er fólk sem hugsanlega veigra sér við þjónustu sem hefur rétt á henni, þarf hana og það er raun og veru bæjarfélaginu og samfélaginu hollt að við mætum henni strax áður en vandamálin verða stærri eins og við erum að díla við í kannski í barnavernd og í bara annarri þjónustu við fólk með fötlun. Þannig að ég hvet okkur bara til þess að mæta þessum spurningum og fullyrðingum þar sem að þau koma fram hérfrá. Og ég held við séum öll á þeim stað að við viljum hafa þjónustuna góða og við viljum að við séum frekar þekkt fyrir að vera bæjarfélag með góða þjónustu heldur bæjarfélag sem humma fram á sér vandann og tekur ekki þátt. Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi, talaði málefni Höfða og fyrirkomulag á rekstrinum og síðan öldrunarþjónustu í framhaldi af því. Mér finnst þær hugmyndir sem Ólafur Adolfsson hefur öldrunarþjónustu og þjónustu heim
og þær hugmyndir mjög spennandi, spennandi umræða og ég vil endilega taka þátt í henni, en mér finnst það ekki alveg, mér finnst við ekki vera samt sko bundin af rekstrarformi höfða í þeirri umræðu. En ég alveg mun taka þátt í því á fullum hug og ég held að það sé bara nauðsynlegt að við förum að hugsa þessi mál til hlítar og þá taka þá forystu sem þarf. Takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu. Við erum fleiri sem óska eftir að komast á mælendaskrá og ræða ársreikninga Akraneskautsstaðar. Svo ekki og göngum við þá til afgreiðslu mála og þá ber forseti hér fyrstu þá tillögur sem kom hér fram úr ræðustól og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir lagði til, sem þá tillaga að bæjarstjórn feli bæjarráði að óska eftir fundi með félags- og barnamálaráðherra og síðar heilbrigðisráðherra til að ræða kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga, meðal annars hvað varðar þjónustu við fatlaða. Og þeir sem að samþykkja þessa tillögu þá beinum við gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá göngum við til afgreiðslu fundarliðanna sjálfra og þá það fyrst ársreikningur Akraneskautsstaðar A-hluti og þeir sem að samþykkja ársreikninga A-hluta Akraneskautsstaðar vegna ársins 2020 eru þá beinir að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og annar fundarliður ársreikningur Akraneskautsstaðar 2020 B-hluti. Þessi samþykkja ársreikninga B-hluta Akraneskautsstaðar vegna ársins 2020 eru beinir að gefa merki. Það eru 9 atkvæði þar og þriðji fundarliður sem ársreikningur samstæða, þeir sem samþykkja ábyrgðar- og skuldbindingaryfirlit og samstæðureikning A- og B-hluta Akraneskautsstaðar vegna ársins 2020 eru vinsamlega beinir að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og bæjarfulltrúar munu jafnframt staðfesta ársreikninga með undirritun sinni. Þá förum við í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 20.09.166, mastur vegna fjarskiptaþjónustu. En skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum þann 3. maí síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn að skipulagsbreytingin vegna masturs vegna fjarskiptaþjónustu verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýst í B-deild stjórnartíðinda í framhaldinu. Orðið laust. Það bæjarfulltrúi Ragnar D. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðrir sem áhýða. Hér ræðum við mál nr. 4 á fundinum, mastur vegna fjarskiptaþjónustu. Á síðasta bæjarstjórnarfundi beindi bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir til mín spurningu einmitt fyrir þetta mál. Þar fórum við yfir ferlið sem var í þá grenndarkynningu sem nú lokið. Engar athugasemdir bárust og því fer þessi framkvæmd af stað. Og með þessari framkvæmd mun vonandi það ástand sem hefur verið að hluta Skógarhverfis og eins og Jörundarholti gera sögunum til þegar fjarskipti eru öryggismál og ég held að það sé mjög mikilvægt að þessari uppbygging verði hraðað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar D. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust máli. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá þá fer forseti hér yfir svona staðreyndirnar í málinu og áður en að þetta borið til afgreiðslu. Það sem liggur fyrir bæjarstjórn hér
deiliskipulagsbreyting og skipulagi Garðalundar og Lækjarbotna sem felst í að heimilt verði að reisa 18 metra hátt fjarskiptamastur ásamt 2,1 metra háum tækjaskáp í 200 metra fjarlægð frá byggð við Bogalund, 250 metra frá næstu húsum í Jörundarholti og 170 metra frá fyrirhugaðri byggð við Skógarlund. Að breytingin verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Ykkur sem óskar eftir að taka til máls áður en þetta verður borið til atkvæða. Það enginn, þá biðjum þá sem að samþykkja tillöguna að gera svo að gefa merki. Hún samþykkt 9-0. 5. mál á dagskrá hefur málsnúmer 2104-233, þetta smiðjuvellir 14 sala. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 29. apríl síðastliðinn sölu á smiðjuvelli 14 og kvöð að húsið og mannvirki á lóðinni skuli fjarlægt með flutningi eða niðurrifi eigi síðan en 31. desember 2021. Bæjarráð vísar hér málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið laust, ef ykkur vill ræða þetta mál. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá biður þá sem samþykkja sölu á smiðjuvelli 14 ásamt kvöðum og húsi og mannvirki skuli fjarlægt eigi síðan en 31. desember næstkomandi að gera sölu að gefa merki. Það samþykkt 9-0. 7. mál á dagskrá hefur málsnúmer 1904-136, þetta Suðurgata 108, verðmat framkvæmdir sala. Kaupandi hefur óskað eftir að falla frá samningi kaup á eigninni. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum að fallið yrði frá kaupsamningi og vísar þeirri ákvörðun til bæjarstjórnar. Og orðið laust þetta mál og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fær orðið, gjör svo vel. Nú komin upp svo staðna að sá aðili sem hugðist kaupa umrædda fasteign hefur fallið frá kaupunum. Þetta því miður ekki sá fyrsti og þessi aðili hafi kannski verið komið hvað lengst í ferlinu. Annað ár hefur þetta húsnæði verið í söluferli, margir skoðað og nokkuð tilboð borist. Því miður hefur salan samt sem var ekki gengið. Og því kannski rétti tími núna til þess að skoða stöður upp á nýtt. Þau eru fá afmörkuð mál sem hafa fengið meiri athygli og umræðu en akkúrat þetta eina hús við Suðurgötu fengið heldur hér í bæjarstjórn, þessu kjörtímabili. Því miður hefur umræðan oft á tíma verið mjög sérstök, svo ekki sé nú meira sagt. Hugleiðingar kjörnarfulltrúar í ræðustólum og hvort það sá sem hér talar gangi erindi aðila út í bæ eru engum til sóma. Íbúar í nálægum húsum eiga heldur ekki að þurfa að sitja undir því að bæjarfulltrúar tali niður eignir þeirra og heimili í ræðustólum. En af hverju þessi mikla athygli á eitt hús við Suðurgötu? Getur verið að hér sé verið að draga athyglina frá öllu því ákvæði sem gangi í bæjarfélaginu. Sama hver ástæðan er kominn tími til þess að endurskoða þau framtíðarplön sem við höfum Suðurgötu 108 og að því sögðu ætla ég með leyfi forseta að lesa upp bókun sem ég lagði fram á fundi skipulags- og umhverfisráðs í gær. Fasteignir við Suðurgötu 108 hefur í söluferli þar sem kvaðir hafa verið á væntanlega kaupendur að gera við húsið. Ekki hefur tekist að finna kaupanda að húsinu með þeirra krafna sem gerðar hafa verið til hans. Í ljósi þess að nú að rísa ný byggð við Suðurgötu legg ég til við skipulags- og umhverfisráð að mannvirkið við Suðurgötu 8 verði rifið, lóð verði úthlutað með þeim skilyrðum sem framkomu í skipulagi sinnarsinn. Þessi tillaga var samþykkt með öllum atkvæðum. Með þessu vonast til að friður náist í þetta mál og við förum að einbeita okkur á stóru málunum
en eyðum ekki allri þessari orku í eitt hús á sama tíma og tækifærin bíða okkar hvert sem litið er. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fleiri sem óska eftir að ræða þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla ekki að svara formanni skipulagsráðs því sem hann talaði hér í ræðustól undir þessu máli, en óska eftir því að færa þessa bókun til bókar og mun ég senda fundarritara hana þegar ég sest í stólina. Hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna framkominni tillögu formanns skipulags- og umhverfisráðs Ragnars B. Sæmundssonar að falla frá söluferli á Suðurgötu 108 og rífa húsið þess í stað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá nei, ekki þessi, heldur þessi. Næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla svo sem bara að koma hérna upp og í rauninni bara þakka formanni skipulags- og umhverfisráðs fyrir það bara þrautseigju og framtíðarsýn sem hann hefur sýnt í þessu máli. Ég sé þetta hús sem bara verðmæti. Það er fullt af húsum hér í bænum sem litu ekki vel út einu sinni en eru bara bæjarprýði í dag. Og það eru bara ýmsir möguleikar í boði. Og ég var alveg svekkt, ég bara skal viðurkenna það, ég var svekkt að það var fallið frá þessum kaupum. Af því að nú er náttúrulega húsið ekki búið að vera sölu í svolítinn tíma meðan það er að vinna þessu. En svona er þetta bara og maður þarf að láta málin liggja, bara láta þau þá klárast. En eins og ég segi, ég ætla bara að þakka formanni skipulags- og umhverfisráðs bæjarfulltrúa Ragnari Sæmundssoni fyrir að hafa reynt það sem hann gat til að varðveita þetta hús og vonast til þess að það væri gert. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristinn Hafti Sveinsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að koma inn upp og taka undir orð bæjarfulltrúa Bára Daðadóttur varðandi ferlið og þrautseigju formanns umhverfis- og skipulagsráðs við að reyna að halda þessu húsi sem verðmætum og fá pening fyrir það. Þetta var alveg fullkomlega tilraun en virði og það leit út fyrir að við værum komin með kaupanda sem ætlaði sér að gera húsið upp og gera það prýði, en þegar hann gengur á skaftinu þá held ég að eins og formaður umhverfis- og skipulagsráðs segir, sé komið tíma að hugsa málið upp á nýtt. Við getum kannski ekki sniðugt fyrir bæinn að þetta verði svona einhver líti á þessu nýja hverfi út af því að við sem bæjarfélag munum ekki setja við að bíða og það er engin kaupandi á því. Þannig að ég held að þetta sé flókið næsta skref í málinu en ég ætla samt að taka fram að ég er búinn að vera fylgjandi þessu söluferli alla leið og ég held að húsið uppgert hefði alveg verið prýðað á þessum stað inn í þessu hverfi, en það lítur ekki út fyrir að við náum bíl, þannig að bara taka næsta skref. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Kristján Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja ósk kaupanda að fallið verði frá kaupsamningi eignina Suðurgötu 108 að Kjörskólakefamerki. Það samþykkt 9-0. 7. Fundarliður hefur málsnúmer 21.01.002 eftir fundargerð bæjarráðs á árinu 2021 og lögð fram fundargerð númer 3457 frá 29. apríl síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem biður orðið og telst þar með þessi fundargerð bæjarráðs framlögð. 8. fundarliður málsnúmer 21.01.005 fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lagðar frá fundargerð númer 194 frá 27. apríl síðastliðnum og 195 frá 3. maí síðastliðnum. Og orðið laust og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið til svörum. Forseti bæjarfulltrúar Aðalínsson Árna. Ég ætla bara að fara inn í nokkur mál í þessum tveimur fundargerðum. Núna svo tími árs þar sem bærinn í miklu framkvæmdahaug. Við höfum verið að opna mörg útboð. Núna liður númer 1 gálstéttir. Þar sem bæði verið að fara í töluvert miklar framkvæmdir í nýju hverfi upp í Skógahverfi, gálstéttir í byggðum hverfi þar og eitt í eldri hverfum, þá í samstarfi Veitur, þar sem skipverðir á sama tíma læknir á mörgum stöðum. Þetta gríðarlega mikilvægt og margir metrar sem verið að fara að steypa. Og verður mikil bragarbót sama hvort ræða í nýju hverfum eða þeim eldri þar sem gálstéttir eru orðnar lélegar úr sig gegnar. Liður númer 2, gatnagerð útboð, Skógahverfi 3A. Þar var skófla lægst, 289.289.900 sem rétt yfir kostnaðaráætlun. Væntingar til þess að þetta verk hefjist núna von bráðar. Það sem kannski svona helst. Það væri gaman svona kannski hérna komið fram. Gagnvart íbúðum að við í samstarfi við Vegagerðina þá munu allir efnisflutningar fara veginn við Klappbrós. Þannig að það munu engir efnisflutningar hvorki í uppgreftrinni að þeir eru verið að keyra onni bara Akralund eða Álfalund sem skiptir gríðarlega miklu máli. Eins væntingar til þess að þegar verður farið að grafa upp úr lóðum og þá fari efnisflutningar þar Klapparótt. Og við séum laus við þess og við höfum bara þetta ástand sem hefur varað svolítið tíma núna. Náttúrulega verið að byggja gífurlega og því fylgir náttúrulega mjög mikið þungaumferð að hún fari þarna Útboðið þannig sett að lóðirnar eiga að vera fyrsta fasa byggingahæfar, þannig að menn geti hafið uppgröft. Þá kemur smá tímabil þar sem ekki unnið í veginum, heldur í lögnum en svo lagt yfir. Og þá væntingar til þess að það verði búið að taka upp úr ansi mörgum lóðum þannig áður en verður lagt endalegt slitlag á göðurnar. Já, eins og ég segi, þetta er mjög ánægjulegt að Vegagerðin heimilega þennan innanvakstur þannig að við Klapparholti, en auðvitað kemur þá til þess að það þarf að lækka niður hraða og annað og svona því þannig munu bílar þvera vegi. Liður númer 3, grunnskóla, endurgerð Brekkubæskóla og Grundaskóla. Eins og kannski muni þá kom þetta inn hjá okkur áður, þetta annað sinn sem við bjóðum við núna í sumar. Þá barst 1 tilboð. Þessi kostnaðaráætlun er á 27 milljónir en tilboðið hljóðaði upp á 72 milljónir. Við bauðum þetta aftur út og þá komu fleiri að, þetta var lokaútboðið, okkur komu fleiri að og sérhæfðar
öðru fyrirtæki í þessum bransa. Lægst var lóðaþjónustan með 26,7 milljónir, þannig við erum undir kostnaðar á það þarna. Samkvæmt forsvarsmönnum fyrirtækisins stefnan á að byrja bara allra næstu dögum. Þessum ekki á að vera lokið við báðar lóðir áður en skóli hefst aftur. Svo langar mér aðeins að nefna lið númer 6, slökkvilið tækjakaup. Eins og allir vita þá bílakostur slökkviliðsins að hluta orðið mjög dapur. Áður hefur verið samþykkt þetta hjá okkur kaup á körfubíl. Svo vinna í gangi. Núna komið að tækjabíl hérna sem var orðinn að mig minnir 28 ára og svaraði einhverju í kostnaði við viðgerð. Þannig að þetta bara ánægilegt að við getum framkvæmt þetta. Lið númer 7, hreinsun á götum, eins og það kannski tekið eftir, það svo hreinsun hafin. Mun standa núna 4 daga. Það hefur svolítið verið að fólk hefur verið að kvarta undan ryki og öðru sem kemur frá bílunum. Það bara í árferði eins og núna þar sem allt svona þurrt og sérstaklega á þessum stofnbrautum hérna þar sem mikið hefur verið framkvæmdir og mikið efni á götunum. Þá mjög erfitt að hemja þetta. Bílarnir bleika og sprauta undan sér en efnið sem á götunum bara það mikið að það verður óhjákvæmilega alltaf eitthvað. Lið númer 11, hótelið Golfvelli. Til okkar á fundir komu framkvæmdastjóri golfklúbbsins og formaður og varaformaður. Síðan þetta þá hefur komið inn bréf frá golfklúbbnum, voru með beiðni og minnst það sem þeir rissa sína hugmyndir hvar hótelið eigi að vera. Þetta fer náttúrulega í ferli, eðlilegt skipulagsferli, deiliskipulag og annað og grenndarkynningu. Og held ég allir geta verið sammála um það að þetta bara jákvæð uppbygging. Í fundargerð númer 192 þá það helst kannski lið númer 1, umhverfisstefna Akraneskautsstaðar. Hún liggur loksins fyrir og ætti þá að koma inn til okkar bara á næsta fundi. Það búið að fara tölur vinna í það núna eftir hún var lögð fram og við fengum henni til kynningar í að bara yfirfara verkefnin og tímasetja og ákveða hvernig við nálgumst þau og hverjum við ber ábyrgð á hverju lið og annað. Hún kemur vonandi inn til okkar bara á næsta fundi. Liðið númer 7, það eru mikla framkvæmdir á bænum núna. Það eru breytingar á innihurðum og eldvarnahurðum í grundaskóla, unglingadeildinni og eldvarnahurðum hjá bókasafni. Þannig að þau verða að nýta tíma núna að skóli liggur niðri, eða skóli ekki segi. Og kannski svo bara lokum mál númer 5, endurnýjun samstarfssamninga við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Það annars vegar samstarfssamningur sem gengur í báðar áttir að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins komi og aðstoða okkur ef á þörf og eins við. Og svo eiturefnasamningur að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins mun sinna og aðstoða okkur við að koma eiturefnaslys. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Við erum fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags umhverfisráðs. Það fulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það kannski lítið mál en ég held að sé nú stórmál kannski fyrir aðra. Allavega lítur það þannig út miðað við það hvað þetta gengur hægt inn í gegnum kerfi hjá okkur. Ég að tala lið 4. Fjölliðjan, uppbygging á Dalbraut. Við í rauninni verðum að finna einhverja leið mínu mati til þess að ráða fram úr því að það mun ekki taka upp undir mánuð að útbúa og samþykkja erindisbréf fyrir starfshóp. Þessu tilfelli starfshóp sem á að
að fjalla uppbyggingu á Dalbraut 10 og fylgjast svo með þeirri uppbyggingu. Bæjarráð setur sennilega máli á stað eftir að við vorum búin að fjalla það. Það væri kannski eðlilegt að mynda starfshóp þessa uppbyggingu. Bæjarráð vísar þessu til skipulags- og umhverfisráðs og þeir taka þetta fyrir 27. apríl og vísa líka drögunum til velferðar- og mannréttindaráðs sem kannski ekkert óeðlilegt. Þar málið tekið fyrir 5. maí. Og nú erum við komin fram til 11. maí og samkvæmt því þá ætti þetta að fara aftur inn í bæjarráð eftir að þessi 2 ráð eru búin að samþykkja drögin og bæjarráð þá vísa því til bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar sem að yrði þá á næsta fundi bæjarstjórnar sem 25. maí. Þá erum við búin að vera að koma þessu saman og þá tilnefna á rúmlega mánuði þessu bréfi, þessu erindisbréfi og koma hópnum á stað og ef að þetta verður samþykkt 25. maí að þá fyrstu skil starfshópsins eru 1. júlí. Þannig að starfshópurinn hefur kannski rétt rúma mánuð til þess að taka kannski stórar ákvarðanir. Ég held að þetta sé okkur ekki til sóma að þetta skuli taka svona langan tíma. Við skulum minnast þess að tilefni þess að það voru 2 ár liðin frá því að fjörðiðjan brann að þá fóru starfsmenn hennar í göngu frá þeim staða sem við vinna núna og að fjörðiðinni á Dalbraut sem brann og svona ýttu hressilega við okkur það að aðeins að slá í klárin og koma þessu máli eitthvað áfram og með þessum hraða þá held ég að það verði, ég vona að verði ekki ganga eftir ár það að við förum að fara á stað. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að ræða. Já, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Við erum komin upp og taka undir orð bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Við þurfum að slá í klárinn. Eins og hann sagði, þá ætti þetta erindisbréf að vera staðfest á næsta bæjarstjórnarfundi og þá þurfum við bara að spýta í eftir það. Ég fór í þessa göngu. Þetta var bara mjög ánægilegt. Þarna voru starfsmenn og fjölskyldur og velunnar. Það var bara mjög ánægilegt að rölta með þeim þarna ofan af núverandi aðstýringu og niður á Dalbraut 10. Það var búið að stilla upp karaoke græjum og flestir tóku lagið. Ég er reyndar ekki búið að taka lagið en bara mjög gaman. En þarna það er rétt eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir, við verðum að flýta þessar uppbyggingu. Það eru ákveðin, við vorum búin að setja yfir fjárfestingu framkvæmdaáætlun okkar ákveðnar hluti og þarna við þurfum að láta það raungerast á þessu ári. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Vilja fleiri taka til máls varðandi. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, allir bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða.
Ég langar í rauninu bara að nýta tækifærið því við erum að ræða skipulags- og umhverfisráðsfundi og næstu skóla- og frístundaráðsfundi, kannski að reyna þess að slá svo saman fyrir ekki fundaritari. Mér langar að forvitnast málefni loftgæða í grundaskóla. Ég sé að það búið að fund í næstu viku einhvers konar náttúrulega kynningu á hönnun sem að bæjarráð samþykkti að fara í hér fyrr í lok síðasta mánaðar. Mér langar bara svona að forvitnast að því að þetta hefur einhvern veginn ekki verið tekin eins staðar fyrir í neinu ráði að ég sé í fundagerðum og langar svona að forvitnast þennan tímaramma sem við erum að horfa til og hvort að á þessum fundi verða komin gögn stærðargráðuna í fjármagni og hvort að við þurfum að horfa til einhvers konar endurskipulagningar í fjárfestingar og framkvæmdaáætlun. Eða hvort að við séum bara að fara að horfa til einhverja teikningar hönnun eða að því við vorum að tala áðan að slá í klári. Að því maður hefur fengið símtöl frá foreldrum sem hafa fengið upplýsingar frá grundaskóla, hvort að það sé frá kennurum eða hvort það sé frá skólayfirvöldum, það veit ég ekki. En allavega virðist einhver svona sögusagnir komnar af stað að 9. bekkur sem er núna fyrir næsti 10. bekk að hann fari ekki í grundaskóla af því það er ekki pláss. Og maður spyr sig bara hvað var þetta ákveðið af því að þetta hefur ekki verið rætt eða hvort það bara orðið á götunni er komið svona langt af stað að við náum ekki elta það. Þannig að mér finnst þetta svolítið bara athyglisvert og því spyr ég bara þessar spurningar hér. Hvort að það sé svo að við séum að horfa á þennan tímaramma sem eitthvað 2 ára verkefni. Og hvort að við séum þá að fara að gera eitthvað varaplan með fjölbraut sem að það ekki endilega er versti kosturinn. Eða erum við að fara að horfa til frekari úrræðina varðandi lausar kennslustofur og þá þyrfti það verkefni væntanlega að vera hafið. Ef við erum að sjá fram á svona gríðarlega langan tímaramma á þessu verkefni. Þannig mér langar bara að forvitnast af því að umræðan er komin svolítið af stað í samfélaginu okkar hvað gerist næsta haust. Ég vilja fá svör frá þessu formanni skóla- og frístundaráðs og formanni skipulags- og umhverfisráðs. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér upp og spurði út í loftgæðamál í grundaskóla. Á fundinu sem er búið að boða með bæjarfulltrúum þá verða kynntar teikningar og kostnaðaráætlun. Kostnaðaráætlun hönnunina, þessast arkitekta kostnaðaráætlun liggur fyrir. Nú er verið að vinna verkfræði, áætlun, brunahönnun, raflagnahönnun og eins lýsinga og loftgæðahönnun, kostnaður við það. Hvað varðar 9. bekk, þá held ég að sé nokkuð ljóst með bara umfangið sem okkur kynnti upphafi að skólinn er ekki að fara, nemendur eru ekki að fara inn í C-álmuna í haust. Það held ég náist ekki, þannig að það verður allavega eitthvað inn í veturinn og svo er spurning hvort að það er svo ákveðin bæjarstjórnar, hvort að við ætlum að fallast á þessar breytingar allar eða í hvað skref við ætlum að taka þetta. Ef að við förum í umbreytingu á C-álfunni, þá er ljóst að það verður ekki nemendur þar inni næsta vetur og þá verður sjálfsagt horft í það að 10. bekkur og það er lausnin sem við höfum verið að styðjast í núna eins og til dæmis bæjarfulltrúi nefndi fjölbraut. En á fundinum þá verður einmitt kynntar þessar arkitektar, teikningar og kostnaðaráætlun. Og ég tel allan með sjálfan mig, þá held ég að við eigum að hugsa til framtíðar þarna og vera svolítið vissinn og
nýta tækifærið og heldur ekki gleyma því að þessi hluti skóla sem var 40 ára gamall og burtséð frá þessu vandamál sem þarna komið upp með glerull, að það var margt annað komið á tíma þarna líka. Samanber bara lýsingu, loftgæði og hljóðvist. En þarna, ég hlakka bara til þess að funda að þetta er mjög færi hönnuðir sem við erum að vinna með. Þetta er sömu hönnuðir og koma að Brekkubæjarskóla. Og þarna, það sem ég hef allavega séð og heyrt, þá þarna er þetta bara spennandi. Takk. Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Bara svo ég svari hérna fyrirspurn bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir, þá hef ég ekki heyrt þetta með 9. bekk. Það var að heyra þessa rangu eftir fyrsta skipti núna Þannig að ég bara hef ekkert það að enga pælingar heyrt með það. En varðandi fundið þá náttúrulega fór Ragnar, bæjarfulltrúar Ragnar vel yfir það og er eflaust miklu meira inn í þessum málum sem snúa að viðhaldi og aðgerðum þar inni heldur en ég og bara það sem ég gerði það fyrir að fá bara í gögnunum og á fundinum næsta. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næstur þar er bæjarstjóri Sævar Freyr Rámansson. Til svo er Sævar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Vegna fyrirspurnar Rakelar Óskarsdóttur og því sem var beint til skóla og frístundaráðs og hún vissi ekki alveg stöðuna akkurat núna, þá get ég allavega upplýst það að það er unnið að A-plani, B-plani og C-plani í rauninni í því hvernig útfærsla á starfinu yrði og ein af þeim sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir nefndi að nýta Fjölbrautaskólann er eitt af því sem að er verið að útfæra. Þetta er svona það bil, ég ætla að segja ekki að svona viku gamlar upplýsingar og ég er að vonast til þess að það muni liggja fyrir innan fárra daga, þannig að hægt sé að taka umræðuna með formlegum hætti inn í ráðum, þannig að það sé hægt að taka ákvörðun framhald. Þannig að það er verið að vinna á útfærslum á þessu. Fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Þakka bæjarstjóra fyrir að koma hér upp og segja okkur frá þessu ABC-plani sem er verið að vinna að núna, sem að fulltrúar þá væntanlega í skóla og frístundaráð verða upplýstir fljótlega. Mér langar bara að brýna okkur fyrir þennan fund sem er fyrirhugaður í næstu viku að bæjarfulltrúar fái send þessi gögn fyrir fundinn svo að við verðum upplýstari og getum tekið umræðuna hlutina og erum ekki að sjá þau í fyrsta sinn. Af því að við höfum setið nokkra svoleiðis fundi núna á þessu kjörtímabili, sumir hafa verið ansi langir og kannski verða litlar sem engar umræður og því langar mig að brýna bæði stjórnsýsluna og þá formenn ráðanna að vera á vaktinni að láta okkur bæjarfulltrúana fá þessi gögn til fund. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs? Svo er ekki og þá teljast þær fram lagðar. Fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs númer 194 og 195. 9. fundarliður málsnúmer 21.004 fyrir fundargerðir skóla- og frístundaráðs.
á árinu 2021 og lögðu fram 160. fundargerð frá 4. maí síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerð skóla- og vísindaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst þar með framlögð. 10. fundarliður, málsnúmer 21.003, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lögðu fram 153. fundargerð frá 5. maí síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, hún telst þá framlögð. 11. fundarliður, málsnúmer 21.117, þetta er fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2021 og lögðu fram 897. fundargerð stjórnarsambandsins frá 30. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst þá framlögð. 12. fundarliður, málsnúmer 21.04.117. Þetta er aðalfundur Orkuveitu Reykjavíkur 2021. Lögðu fram fundargerð aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur sem fram fór þann 14. apríl síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst þar með framlögð. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Næsti fundur bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 25. maí næstkomandi. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góða fundarsetu og góðar umræður á þessum fundi og segi þessum bæjarstjórnarfundi slitið.